að setja hvítbláan upp aftur á vegginn. Það spurning. Já, góða kvöldið kæru hlustendur og áhorfendur. Hérna velkomin í djúpköfun, þar sem að við munum kafa eftir alls konar spæli eða pæli. Velkomin í þáttinn Guðjón Hreinnberg. Spurning hvað þetta sko. Þetta er hérna til þess að eða dálega snáka. Já, ekki logo Frelsi TV's eitursnákurinn? Það gullsnákur. Fættist þarna gull og eitur tímabilinu. Þetta er svo mörg tímabil, sko. Sandsnákurinn. Ég var ánægður með vídeóið þetta í dag, ég vissi ekki að því, ég sá bara einhvern deila því á Conspiracy Analyst síðan. Já. Síonista drulluna. Já, takk fyrir það. Það byrjaði einhver að spurja mig, ég byrjaði að velta upp einhverju gyðingahatri. Ég bara, hvernig fikstu það út? Já, síonista, þá spurði ég, er Síón gyðingur? Það bara endaði. Þetta var því fyndið, það svo langt síðan við afgreiddum svona hluti. Fólk ennþá að pæla í svona. Já, þetta ótrúlegt, sko. Það hvað, 8 milljón manns í Ísraels, kannski 20.000 gyðingar. Ef svo mikið, mjög líklega kringum 20 til 40.000. Ef svo mikið, það eru 20.000 gyðingar í Teheran. Nei, 200, nei, það fyrir, já. Þetta snýst bara ekkert gyðinga eða kristna eða múslima, þetta allt annað. Fólk fattar það ekkert. Virðist vera. Nei, ég meina, það var svo tími sem ég fattaði það ekki, ég ekki að setja út á fólk, sko. Nei, það er hérna, ég sá að þú ert farin að biðjast afsökunar á hrokanum. Ég að mildast, maður. Hvaða væmni ert þú að drekka þinn? Ég veit ekki. Það var eitthvað. Er þetta eitthvað estrogen? Notar mikið plastur núna? Nei, ég að éta það saman og ég vanur. Já, ég veit að ég einn með sannleikann og ég ætla ekki að, þú veist, ég ætla ekki að segja frá honum næstu árin og verður að biðja fallega. Já, ég meina hvort þetta heitir hroki eða eitthvað, það er náttúrulega við erum að fara rosalega hratt, sko, yfir í hugsanaferlum, sko. Pældi að flestir hafa aldrei orginal hugsun í sínu höfði allt sitt líf. Þeir bara að segja það sem einhver annar sagði og hugsaði og bjóð til, sko. Já, og þú veist, þeir þykist það að vita á einhver af því að þeir geta vitnað í einhver aðra. Já, sem getur alveg verið rétt, sko, en þetta er eins og ég get alveg sagt með mig og mér finnst þú á svipuðum slóðum að það er nánast á hverjum einasta degi eða hver einasta vídeo sem er bara fullt af svona alveg orginal hugsunum og pælingum sem engin annar án nema maður sjálfur, sko. Já, það er svolítið af því. Og þannig að maður svona hálf orkinni fólki sem er bara svona repeating echo chamber, sko. Já, það er eins og við höfum talað að það kemur svona misrætt. Það var rosalegt ferli hjá mér fyrir ára síðan, sko. Ég hafði ekki við að koma frá mér vídeóinu, sko. Já, einmitt. En hérna sjálfsveldisflokkurinn er svolítið skemmtilegt plattform. Já, þetta er eitthvað sniðug hugmynd. Hvað er komin mörg like á síðuna? Það er eitthvað rétt rúmlega 30 bara, sko. Já, og 25 cent í gærkvöldi. 18 þegar ég likeaði. Já, einmitt. Það er komin einhver, ég harti með flokkskírtinni númer 18. Já, og þversum hann að því 9. Já, ég skil, já. Þú ert einn af þeim, sko. Þú ert útsendari. Æjæjæjæjæjæ. Hver allir verði númer 33? Þarf við nú að fara á bólnum bara til þess að allt sé fyrir opnum tjöldum.
Það eru 33 like akkurat núna. Það er ég Ok. kýrin. Þetta helviti samsæri maður. 33 likes, sko, oh my god. Þetta er the young elders of Zion planning to oust the learned elders of Zion. Já. Þetta þarf að vera eins og þarna í hótelum, það er aldrei hæði númer 13 í hótelum, sko. Ég veit, það er Shining hæðin, sko. Já, ég veit. Já. Þetta er sniðið, já. Nei, þetta er alveg ljómandi, sko. Ég er mjög sáttur. Reyndar finnst mér merkilegt að hvorki Vísir né Screw You fjölluðu stofnun þessa stjórnmálaflokks. Já, ég meina gott hjá Stundin að gera það. Já, og nútíminn með þess að mættu og spurði spurninga. Já. Alveg respekt stig fyrir þeim. Ég sendi líka á Kvennablaðið, sko, þeir gerði ekki neitt. Það er einna fleiri og fleiri. En er þetta að fá okkur respons frá fólki sem að tekur þetta, er fólk að taka þetta alveglega? Já. Þetta er náttúrulega í alvöru, sko. Já, ég veit það. Þetta er ekki djók. Já. Já, það er fólk sem er að kommenta og bjóðast þess að hjálpa og taka þátt, sko. Ljómandi. Og náttúrulega ef það kemur nóga fólki, þá er alveg möguleika að bjóða fram í næstu kosningum, sko, en fyrir mér er það ekkert aðalatrið, sko. Þetta er nú bara svona koma þessu í þetta form og þennan farveg, sko. Og heyrðurðu viðtalið á Reykjavík síðdegis, eða? Nei, ég tekka ekki á því. Þeir settu heldur ekki klippuna inn. Ok. Nei, ég sá bara á póstaðar að þeir eru tekið í viðtal. Já, einmitt. En þarna, þetta situr líka svolítið annan stíl í umræðunar, sko. Hvað ætlar sjálfsveldisflokkurinn að gera þá í kvótamálinu, í þessu máli, og hvað leggir til í þessu eða hinnu. Já. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Já, ég sá þær spurningar koma. Og var náttúrulega með skýra stefnuskrá fyrir sjálfsveldisflokkinn. Já, skýran grunn. Þetta er náttúrulega ekki stefnuskráin sem slík, sko. Nei, en þú ert með Bjarg Klett til að byggja þetta. Já, einmitt, absolutt. Og það er eitthvað sem þú ert búin að fjalla oft mikið og þú ert ekki að taka protokóla Síonsöldunguna inni, þú ert að taka Klettin inni, stjórnarskrána þína. Já, einmitt. Ég legg hana. Já, mótaðu hugmyndafræði, sko. Já, einmitt. Þú ert ekki að taka eitthvað, með fullri virðingu fyrir því protokóls, þá er svo stór hópur af fólki sem segir að þetta er bara eitthvað rugl. Já. En Kletturinn er það ekki, sko. Því þú er búin að gera góða grein fyrir hvað það er og hvað það stendur fyrir. Já, einmitt. En það sem að vekur mesta athygli er þetta konsept að innheimta skatta með valdi, sko. Það er öflugt konsept, já. Og það er raun fjórðagreinin, þannig að, sko, það er enginn að spyrja hina 3 ár í raun. Já, það er eðlilegt. Fólk hefur ekkert capacity fyrir meira en eina abstrakt hugsun í einu. Með fullri virðingur í fólki, þetta er bara spurningum sömubókar heilaþvottin. Við erum þjálfuð í að vera eins og prússneska menntakerfið var og hugsað, við erum þjálfuð til að vera tannhjóli vél. Þannig erum við alveg niður. Já, einmitt. Og, já. En kona mín var að spyrja mig og það er svo gott að eiga svona gáfaða konu, sko. Hún var að spyrja mig, ekki að innheimta skatta með valdi, en hvað þá með atvinnuleysisbætur og svona? Hvað þá? Hvað með það? Hvað verður það fólk? Ég sagði, það er náttúrulega hitt konseptið hjá mig líka, ef að kvótin er 330.000 tonn, þá fá allir 1 tonna kvóta bara í póstinum upphæði hvers árs, og ef það eru 33.000 megatonn af rafmagni, 330.000 megatonn af rafmagni framleitt, þá fá bara allir sitt megawatt eða gigawatt eða hvað það er. Já, fólk getur ákveðið svo hvað það gerir við það. Já, ég meina þá þarftu ekki að hafa áhyggjur og svo bara vinnur ef þú vilt, sko. Þá ertu ekki með neina áhyggjur af neina því að þú ert með
þú ert með það sem þér ber úr auðlindum landsins, sko, sem þú erfir. Auðlindir í þjóðareign. Hver er þjóðin? Hver er þjóðin? Já, það þú sem svo, það er alltaf andlegar, en þú veist, þetta er svona praktísk útfærsla á hugmyndin auðlindir í þjóðareign. Þetta er reyndar, já. Sko, ég er ekki hérna að taka afstöðu til þeirrar umræðu þjóðareignina sem hefur verið undanfarin ár. Reyndar er stjórnarskrá þjóðveldis með þetta klárt, að auðlindir þjóðar séu ákveðin af þjóðinni sjálfi á 30 ára fresti í kosningu. Já, ég hins vegar hafna við í sjálfsveldisflokkinum við höfnum hugtakinu þjóð, sko. Ok. Það er bara safnað einstaklingum sem að koma frá þessu skeri, sko. Já, ég skil hvað þú fara. Þetta er til dæmis sem maður kemur úr ríkri fjölskyldu og svo einhverja hluta vegna segir maður sig frá fjölskyldu, bara, ég meika ekki þessa fjölskyldu lengur, þannig ég er farin, sko, tapar maður þá arfinum sínum, sko. Einmitt. Þannig að það er svo mikilvægt að það séu engin hugtök þarna á milli, sko. Og ég var einmitt að hugsa þetta í dag líka að það þarf að setja aðferð fyrir Íslendinga til þess að tileinka sér land. Hvort sem að þú pissar yfir það eða fer með belju í hringinn eða brennir það, það þarf að vera einhver leið fyrir því til þess að tileinka þér land. Akkurat. Já, ég tel það sé mjög mikilvægt, sko. Og þá er ég kannski að tala sko, til þess að búa á eða að lágmarki, sko. Þetta er ofsalega erfið umræða. Fólk hefur ekki capacity til að takast á því. Já, menn er reyndar, ég er reyndar svolítið ánægð, ég fæ voða lítið að svona ælum yfir mig, sko. Flestir eru svona freka jákvæðir, sko. En það er nokkur náttúrulega sem eru bara, hann er bara vittlýsingur, þeir taka ekki, þeir eru ekki alveg að ráðast það með persónu, já, jú, það er náttúrulega persónulega, en svona, ég maður kannski bara hún svo ónæmur fyrir þessu. Já, ég held að þetta spilir saman, ég finn þetta þegar ég fæ sneiðar, ég fæ náttúrulega miklu meinaði meldur en þú, en ég finn að hlutir sem ég kipti mér upp við fyrir árið síðan er einhvern veginn, já, ok, hætt að brenna mann, sko. Já, en ég upplefi sko lungað úr þessu eru beinar spurningar. Já, betur, hvernig virkar það þá? Ef að skattur er ekki innheimtur með valdi, hvað þá, sko? Og því fagna ég mjög verulega, sko. Annað sem gerist líka er að þegar við erum búin að vera að ratta ákveði lengi, þá fer fólk að bera meiri virðingu fyrir hvað við erum að gera. Ég ætlum þó að kannski lítið niður á mann, fyrir að, það finnst mann ef kannski vera vitlaus eða kjáni eða eitthvað. Ég er eitthvað að fæ alltaf eftir til dæmis ælupoka þættina. Þá fæ ég töluvert á enga skilabóðum bara fólki sem ég þekki ekki neitt sem bara segir, vá, hvernig getur þú verið svona rólegur í þessum ælukefnum? Og bara hrósamanni og bara frábært, sko. Já, það er nú eitt af því sem gerist, þannig að það er athugasemdir frá fólki sem er ánægt með sem maður að gera. En það sem að, sko, fyrst þegar maður byrjar, ég er bara að tala um eigin reynslu, en ég sé þetta líka þegar ég horfi á aðra sem maður er búin að vera lengi. Það er náttúrulega fullt af fólki miklu fleiri en við sem erum að ranta, sko, þó að flestir þeirra sé ennþá í blokkinu. Hverjir eru að ranta aðrir en við? Á þessum kalibri? Nei, þessna sagði ég þó að flestir sé ennþá í blokkinu. Já, einmitt. Þeir eru ennþá að ranta með lyklaborðinu. Ég var ofsalega duglegur að skrifa. Mér fannst það mikilvægt að skrifa. Ég er hættur að nenni, ég nenni ekki að skrifa lengur. Ég nenni því ekki. En mér finnst það samt mikilvægt, sko. Það er alveg til hlutir í hausnum á mér sem ég ætla mér að skrifa af því að ég vil að leitarvélar geti parsað það. En ég er
ef það hlutir sem að ég vil langar að blogga bara, þú veist, tuða þá ranta ég það bara. Þú veist. Það er okkur þægilegt form, sko. Já, þegar maður er komin upp á lag með að nota það. Og svo náttúrulega hvetur mann þegar maður veit að það er einhver sneið af fólki sem fylgist með því sem maður er að gera. Þá er maður komin með dialóg, sko. Já, maður þarf reyndar ekkert marga til þess að sú dýnamík fara að virka, sko. Láttu mig þekkja það. Já. En ég var bara að hugsa aftur í fyrstu þegar ég var með þvottasnúruna og 2 klemmur, sko. Já. Það voru ekki margir sem að listið á mann í upphafi, sko. Nei, en ég tek eftir því, sko, þegar maður er búin að vera svolítið tíma á þessu vettvangi að annarkvort taka þátt í athugasemdum eða gera stöðufærslur eða bloggfærslur eða ranta, að það er ákveðin hópur af fólki, þetta er svona eins og þegar labbarinn á kaffistofu, það eru 10 manns þar og þú byrjar að tuða og þá er allir að segja að ég þegi það er enginn að taka mark á þér, æ, verð ekki með þess að vitleysu, bla bla bla. Svo heldur áfram, svo er kannski bæði verkstjórinn og framkvæmdastjórinn farnir að taka smá markaður, þá þegja hinir óbreyttu og láta bara verkstjórann og framkvæmdastjórann eða hina bloggarna að díla við þau. Þú færð svona aðeins meiri virðingarsens, sko. Og það er þetta sem er svolítið að gerast í fólki. Við erum ekki að fá tuskur frá fólki það er svo mikið af fólki sem hefur sendt okkur tuskur eða ætla að standa upp í hárinu á okkur sem að hefur ekki getað staðið undir því að því við erum vanir að rífa kjaft, við erum vanir að rífast, við erum vanir að dýbeita. Já. Einmitt. Já, halló. Þetta á milli hugmyndakerfa, þekkir bara hugmyndakerfi úr sögumbókinni, að það ræður ekkert við okkur. Ég er ekki að segja þetta hróka, þú veist það er alveg til fólk sem ræður við okkur. Já, ég tek þetta heldur ekki að hróka, en það er líka, sko, ég sé þetta ekki sem hróka, ég sé þetta bara að vera að greina frá veruleikanum, sko. Já, þetta fólk, það ræður ekkert við að rífa kjaft, sko. Af því að það finnur hvað það er auðvelt að kveða það í kútinn. Já, það er líka, sko, það er óbúslega erfitt að fara í debate ef þú ert bara bergmálari, sko. Já. Þá kemst ekki með 3, 4, 5 komment og þá ertu bara búinn, sko. Svo er þetta líka náttúrulega þannig að ég kommenta ekki hjá hverjum sem er. Ég kommenta hjá fólki sem að mér finnst vera það að því kaliberi ég nennar rífast vera. Af því að það er, ég held að það sé rópandi ósamála mér og mér finnst skoðanir þeirra óttalega heimskulegar. Þá er það kannski fólk sem að, þú veist, er þess virði að rífast við af því að hefur eitthvað að segja. Sko. Já, einmitt. En Þannig að maður er orðið meira selektív á við hvernig maður rífst sjálfur, sko. Já. Og maður nennir heldur ekki, sko, það er alltaf innanum góleminn, þá er það líka fólk sem að skilur ekki þegar búið þeir að stinga upp í það. Já, einmitt. Maður nennir þeim ekki. Fólk, maður skrifar eitthvað, maður fær svar, maður svarar því og maður er búinn að, og maður veit að flest heilbrigt fólk sér bara, það var stungið upp í góðurinn minn eða góða mín. En þá heldur það bara áfram að tuða. Endalaust, og maður nennir þeim alls ekki. Maður nennir þeim kannski verið 2-3 ára. Já, ég er enda að upplifa það svolítið eins og Neo í Matrix, sko, þegar það var svo auðvelt að slást við góleminn í lokin, sko. Maður er mjög fljót, þetta er svo heimaskitsmát, sko. Já. Maður er mjög fljótur að ná fólki heimaskitsmát eða það er ekki gott í skák, sko. Ég er að fylgjast með kátum eitthvað vesnast við hurðina. Já, einmitt. Hún er spórhundur og snjóflóðleitahundur. Skoðar heiminn mikið með nefinu. Já, en það er annað með líka þessu starfi sem allavega ástæða fyrir að ég hef verið að standa í þessu öllu burt sér frá því hvort að maður sé eitthvað vinsæll eða hvort að hlutinni gangi svona eða hinsegin, sko, að ég sé þetta sem líka undirbúningsvinnu fyrir næsta hrun sem er nú ekki langt undan og sér að evrópski bankar hrundu í síðustu viku bara 50 til 75% í verðmæti. Ég þarf að fara að fylgjast aftur með fréttum. Það er þú og allir í kringum alltaf að segja mér hvað er í gangi. Ég hef ekki verið að fylgjast með frá áramótin.
Þetta er ekki íslenskum fjölmiðlum. Nei, ég átta mig á því. Ég þarf að fara að fylgjast með aftur. Þá fer ég að ranta eftir á fulli. Bara á Zero Heads, hann með þetta allt saman. En þetta er bara eitthvað sem við erum búin að vera að spá fyrir. Við erum búin að vera að sjá þetta fyrir lengi. Hvers vegna er að gerast? Ég er búin að, eða mörgum miklu púður að tala okkur þetta að gerast. Eða svona, já, mismiklu. Þetta er náttúrulega þjóðfélagsverkfræði, sko. Já, það náttúrulega uppnám í Evrópu því að til dæmis, sko, við sjáum það ekki en Evrópa er búin að vera blóðmjólkuð af Bandaríkjunum síðan 1945. Bara blóðmjólkuð. Efnahagsundrið Bandaríkin eru haldið uppi af Evrópu. Evrópa er að byrja að sjá þetta. Við erum að sjá, menn eru með, sko, þegar Brexit-kosningin var. Ég var ekkert viss að þjóðfélagsverkfræðingar eða réttar sagt kosningastjórar myndu leyfa Brexitið. Ég hugsaði, nei, býtu, er það? En síðan gerist Brexitið og ég hugsaði, heyrðu, marginið, það voru svo lítill munur á kosningunni. Nú ertu að tala eins og kosningar séu eitthvað raunveruleiki, sko. Já, ég þekki alveg þína kenningu. En við erum ekki sammála um hana. Ég heldur ekki að segja sér ósammálaðir. Fyrir mér hún bara svona opin kenning á borðinu. Bæklingurinn er opin á borðinu. Það ég hef ekki tekið afstöðu til þess hvort kosningar, hversu ítarlega kosningar séu falsaðar. Ég held að það sé aðeins flóknar en það, en ég hef ekkert verið að eyða púður í að pæli því. Þetta breytir svolítið umræðinu, sko, af því að, sko, þegar ég hugsa Brexit, þá spyr ég af hverju ákváðu þeir að taka Bretland út úr Evrópu, sko. Já, það er það sem ég ætla að skoða. Hvort að kosningin var ákveðin með skoðanakönnunum eða áróðri eða með því að það væri til á lager kjörkassar með réttum atkvæðum, völdum atkvæðum, eða hvaða aðferðir notuð til að rigga kosningarnar. Ég er sammála því. Kosningarnar eru riggaðar í öllum tilfellum. Það lærðu þeir af Stalin. Það skiptir engum máli hvernig er kosið, það skiptir máli hvernig er talið. Ég veit. Við erum alveg sammála um það. Við erum kannski ekki endilega sammála um hvernig er útfært riggunin, sko. Þess vegna er ég að segja, ég sá ekki fyrir Brexit-kosninguna. Ég átti von á því að þeir myndu halda Englandi inni. Ég hélt að það myndi líða 5 til 10 ár áður en að Evrópusambandi myndi leiðast í sundur. Það er það sem ég hélt. Ég samanlagði, ég hélt að það myndi taka, ég hélt að þeim er haldið inni, sko. Þess vegna var ég mjög hissa að þeir fóru út, sko. En svo bara vaknaði ég þarna á föstudagsmorgninum og af því ég er ekkert að fylgjast með frétta með fjölmiðlum, eins og þú veist núna síðustu mánuðina. Ég fylgist, minn fréttamiðill dag á Facebook, ég fylgist bara með hverju vinarhringurinn er að posta. Það eru minn fréttamiðill dag, sko. Já, einmitt. Og ég er að gera það á ástæðu, en fyrir mig kannski ekki út í það núna, en þegar ég sko vakna á föstudagsmorgninum, það fyrsta sem ég sé, ég kíkja á Face-ið bara í Android-símanum mínum áður en ég fór út með hundana. Og það fyrsta sem ég sé er stöðufærsla frá Sigurgeir vini okkar, Brexitið. Og ég segi bara, wow, heyrðu, það var kosið í gær, ég var bara strax búin að telja, já, wow. En leið og ég sé þetta og þetta mér í hug Anglo-Saxon conspiracy theory mín, sem ég skrifaði fyrir 3 árum. Og ég hef einu sinni að tvisvar fjallað í randi. Og það er bloggfærsla á logostar.com sem að hefur fengið svolítið mikið að hittum. Af því það er svo mikið af fólki sem heldur, sko, sér ekki munin á fyrirbærinu Anglo-American conspiracy og Anglo-Saxon conspiracy. Ég fattaði það ekki sjálfur þegar ég skrifaði samdi kenninguna að fullt af fólki myndi misskilja titilinn. Sko, Anglo-American conspiracy theorían er í rauninni tvíeykið Bandaríkin Bretland, sko. Í heimsmálum, en Anglo-Saxon conspiracy theorían, hún snýst það að það sé klíka innan Bretland sem að vill fá heimsveldið aftur og undiróka Bandaríkin aftur.
og hann Lyndon LaRouche, hann styður þessa kenningu. En núna virðist vera að hann John Kerry var í Rússlandi án samþykkis eða án umboðs frá Hvíta húsinu, sko. Og bandarískir PR-arar eru svona eiga erfitt með að spinna sig út úr því meira að segja. Já, það er svolítið merkilegt að sko þetta var eitthvað sem að ég vissum þegar við vorum að kafa síðast. Já. Og svo var ég að rekast þá bara að það var eitthvað að taka þetta fyrir bara í gær eða fyrradag. Og ég gerði strax vídeó um þetta held ég í gær. Einmitt. Og það sem að mér finnst áhugaverðast í þessu, að því ég veit að ég, þú og þessi rantari hann í Bandaríkjunum vita þetta og einhverju örfáu fleiri, en conspiracy median og jaðarmídjan ekkert að fjalla þetta. Nei, hún með bara hausinn ofan í þessum fölsku fánum, sko. Það finnst mér áhugavert. Það eru náttúrulega sérlinn, sko, þessir 300-400 mann sem að vinna á félagsmiðlum maður hlýtur að verða eitthvað var við þá, sko. Já. Þeir vilja að fólk sé með hausinn ofan í þessum fölsku fánapottum og þessum leiksýningum sem í gangi. Já. En þú sér að ég nánast ekki nefnt að gera vídeó um þetta á enskurásinni, en það virðist vera greiningin að Evrópa muni draga sig saman með Rússlandi og þá væntanlega Kína gegn þessum neokon sionisma Sameinuðu þjóða Bank of International Settlement sturlun að losa sig undan því. Var þetta ekki stutt orð? Þetta átti að vera eitt orð, sko. Já, ég voru að hugsa, hvernig líður þér, Axel minn? Mér líður mjög vel, sko. Þegar ég slekk á myndavélinni, þá ég bara ekki að hugsa neitt, sko, nema bara fjölskylduna. Þannig ég mjög sáttur í lífinu, sko. Þetta hefur við verið að, sko, það eru voðalega fáir sem að sjá þetta. Það við erum að sjá þetta og ég veit ekki hvað fleiri að sjá þetta. Morris það, Morris, Imran. Já, Morris og Imran að sjá þetta. Ég veit ekki mjög Joakim Flores. Og hann alveg átt, sko, en Newsböllið, hann Corbett og svo gott með Corbett, sko, hann hlustar á Sibyl í 3 tíma og segir okkur svo hvað hún var að segja á 5 mínútum. Þannig að hann hefur rosalega svona góðan public service í því, sko. Þegar maður hlustar á hana, maður bara, oh my god, sko, come on. Maður har verið sérstöku stiði til að hlusta á hana. Ég ætla ekki að segja þér hvernig stuði ég set mig ef ég til að nenni að hlusta á hana. Ég átta mig alveg á því, sko. Ég náttúrulega vel giftur, þannig. You dirty minded pig. Ég sagði það ekki neitt, sko. Þú ert að túlka orð mín. I read your mind. Hvað ég að hugsa núna á? Það veit ég ekki. Við klukkuna með atkvæðinum. Já, það mér. Nei, mér finnst gaman að þessu. Mér finnst gaman að við erum komnir á stað sem að eftir vinnu síðustu 2 ára, það að verða 2 ár síðan við byrjuðum að kafa saman. Já. Þetta ógnvænlega ferðalag, þessi hraðlest sem við höfum verið á í undirheimum, bara, við erum komnir, ég sá þetta ekki fyrir 2 árum. Ég ekki láta mig dreyma það, við værum, analæsið mega gott. Já, já. Þó ég segi sjálfur frá, sko, ég bara að tala um okkur sem dúó því að við erum að gera hluti í sikkur á horninu og svo koma í djúkanir og við erum að fylgjast með bæði hvort öðrum, þú ert að fylgjast með sömum, ég er að fylgjast með öðrum. Þetta svona ákveðin lítið svona tungl. Þú ert á skuggarhliðinu, sko. Já, góði. Og þú ert á röndinni, af því að tunglið bara eins og pappís. Já. Það ekki kúla, sko, það bara svona pappís pizzabót. Já, þú veist, og ég nefnilega ég í tvælætinu á röndinni svo að
Svo ég geti sagt, tekur enginn eftir henni, sko. Nei, en við höfum, ég held að þessna sko, mín kenning svo að megnið af áhorfundum okkar eru frímúrarar, sko. Þeir eru með alveg mega skáðan í musterinu og bara, Já, ég var nú að velta upp þeirri kenningu, núna var það ekki íslenska vídeó sem ég gerði í gær, ég man ekki hvað það var. Ég gerði langt vídeó í nótt, íslensk vídeó. Ég man ekki hvað það var sem ég var að velta við þeirri kenningu að umræðan á Íslandi var að breytast að hluta til vegna þess hversu margir blaðamenn væru að fylgjast með því sem við erum að gera, eða allavega með ritstjórnum. Já, ég er opaslega næmur á, eins og ég var að segja þann, að flestir eiga engar eigin hugsanir sjálfur, sko. Og því ég er búin að vinna náttúrulega í þessum kreatífa bransa svo lengi að ég er opaslega næmur þegar fólk er að nota orðahugsanir frá mér. Fyrsta lagi fólk bara nota orð sem ég hef búið til, sko. Og þú sér að núna allir farnir að tala heimsku og veist, að það tekin rosa mikið upp orðræða frá allavega frelsi TV og ég náttúrulega sé kannski bara það sem ég er ekki með þessa næmni fyrir orð annarra, þannig ég get ekki numið fyrir þig, sko, en ég er með þessa næmni fyrir mínum verkum, sko. Og ég sá mér þess að Lára hann var að skrifa bara langa grein með orð menginu mínu, sko. Ég hef fengið svona athugasemd að það var einhver sem sagði við mig nýlega. Hann sagði, ég var að lesa stöðuppfærslu og nefndi mér mann og svo sagði hann, heyrðu, ég held fyrst að ég var að lesa texta frá þér. Sagði hann við mig, sko. Út af orðavali. En þetta er ok, ég meina að þú veist, það sem ég túlka þetta þannig að það er ánægjulegt að sjá að það sem maður er að gera skiptir máli. Punktur. Já, sjálfsögðu, ég meina við erum mannlegir, sko, við erum ekki róbótar. Já, en ég er ekki að láta að stíga mig til höfuð, sko. Já, við það. En þú veist, það er samt ánægjulegt að sjá að það er ekki tilgangslaust það sem maður er að gera. Já, einmitt. Það er alveg hárrétt. Þetta er líka, fyrir mér, eru þessar rásir okkar, eru nútíma bókmenntir, sko. This is it, sko. Þetta er ekkert að fara neitt, sko. Nei, og þetta eru nýjustu. Ég sé War on Soul-vídeón mín sem bók, hljóðbók. Já. Þess vegna merki ég við allir í playlistan War on Soul. Já. Og ég var að hugsa að gera eitt vídeó í kvöld. Af því að ég ætla að hætta með allan að taka pása á þessum hráu vídeóum. Ég þú veist, ég er ekki sáttur lengur við þennan Android síma. Mér vantar betri síma, mér vantar síma með meira vinsluminni, basically. Þá kemur ekki eitt audiosync ef það er meira vinsluminni í honum. Þú veist, það sem varirnar er ekki að fylgja orðunum, sko. En Já, það er líka, sko, þú veist, þegar maður er búin að fylgast með kaffi upp á hellingu 15 sinnum þá er maður búin að ná svona hvernig það fer fram, cirka. Já, ég er ekki að segja ég sé hættur því, en þú veist, þessi rönd eru náttúrulega bara gerð í ákveðnu hugarástandi. Þú veist, það er bara, ég í eldhúsinu mínu hef eitthvað að segja án tillisti þess hvort einhverjum ég horfa á það ekki og stór hluti er jafnvel með mótur sjálf. Sum vídeó sem eru í þessum Bing eru í rauninni minnisblöð fyrir hluti sem ég langar að fjalla betur seinna og þá jafnvel kafa hún í heimildir. Já, þess vegna væri mjög gaman að hafa 2 rásir, sko, það sem þú væri með, sem sagt, að maður er ekki, fyrir mér, að maður er að leita eftir efninu, sko. Þannig að það er svona ákveðin þróun að gerast í hausnum á mér með þetta, ég er sem að fara að gera, ég er svona að vinna með hugmynd varðandi alternate rásina mínu. Ég er sem að setja suma þessu hráu vídeóum þar yfir en þá sko splæsu saman. Já, ég veit. Svo á ég náttúrulega eina rás sem er ónotuð, eða nánast ónotuð. Vídeóum þar er ekki public og ég setti þau í rauninni bara online fyrir sjálfa mig. Já, ég veit. En ég veit, ég nota annarkvort þá rás eða alternate rás að ég er að fara að gera ákveðna línu, ég er að hugsa svolítið svipað kannski, þú ert að hugsa þetta með Red Rabbit
dæmið. Já, einmitt. En ég er samt ekki að hugsa það út af því, ég fór bara að hugsa þetta í dag og gær. Að ég fór að hugsa kannski væri gaman að nota því ég ánáttúrulega eina góða myndavél. Ég fór að hugsa hvort það væri ekki sniðugt að setja hana upp og vera að kóra með vídeo sem eru svona bara af þeirri lengd sem að hendar mér hverju sinni og fara aðeins betur onni heimildavinnu fyrir ákveðin efni. Já, það er líka orðið svo auðvelt að setja undir rásina, sko. Já. Þú er búin að sjá það, hvernig það er gert. Já. Alternate-rásin mín er undirrás við íslensku rásin. Já. Og það er sko, það er líka sko eins og með sjálfsveldisflokkin, sko. Þar er með að setja upp sér rás með því, þá er komin nýr fasi, sko. Já. Núna til dæmis, þegar ég er að sitja alltaf blogga eitthvað, sko, og þá hugsa ég, sko, hvaða fasa vil ég setja þetta í, sko. Já. Það er ekki alveg sami fasin að sitja í sjálfsveldisflokkin eða Frelsi TV eða undir mig persónulega, sko. Einmitt. Og sama er með, sko, alltaf Scandinavian Report að fyrsta lagi náttúrulega er bara YouTube að hrekkja mann, sko. Þú bara stemplaður sem óþekkt rás, eða svona óþekkt rangi og þá færðu, ég meina, vinsælustu vídeóin voru bara engin peningar fyrir, sko. Já. Og þannig að Red Rabbit vil ég hafa svona hreinu megina í YouTube-inu, sko. Já, mér finnst þetta alveg eðlileg pæling og sko, svo fer maður að hugsa, ég var að hugsa áðan bara, ég var úti með hundana áður, þú varst búin að senda mér skilum meðan ég var úti. Já. Og meðan ég var úti á túninu með hundana, þá var ég að hugsa tvö vídeó sem að tvenn efnistök sem ég hugsaði, ég ætti nokkuð bara skella upp vídeó í kvöld og vinna smá heimildavinnu og skella þessu upp í svona betra vídeó og gera vídeó í kvöld, laugardagskvöld. Eðlilegur ógiftur kallmaður ætti náttúrulega að vera leiðin á djammið en þessi gaur er að gera vídeó og skamma heimina þess. Já. Það er betur. En þá sá ég skiló frá þér og ég segi, fínt, ég ætla frekar að eyða góðu laugardagskvöldi og eindali með Axel Petri heitt og þetta. Já, einmitt. En sko, það er líka kannski ef maður er að leggja fram svona heimspeki og svona einhverjar þær línur og svo sér fólk eitthvað bara, þú veist, hóks í nýs og eitthvað svona, þá bara, rólegur, sko. Þá hafnar það heimspeki pælingunum, sko. Já, og svo maður verður líka svolítið þreyttur á ákveðnum hlutum með suma þessum hóksum flöggum, með eins og með þegar að nýs gerðist, það dugði mér ein setning frá Morris. Já. Bara ein setning frá Morris og málið var dautt. Já. Og maður er svo hissa á því að svona einfaldar, og það er eins með það sem þú varst að benda á varandi ljósmyndarann, varandi München og nýs. Það dugar mér. Eins pixla kallinn. Já, það var alveg bara málið var dautt leið. Já. Eins með Brussel, það var einhver sem benti á, ég hafði rekist þarna á vídeó ljósmyndarastelpuna, hún er frá Georgíu eða Armeníu, ég gleym alltaf hvað hún heitir, Kardavan eða eitthvað fleiri. Já, einmitt, sem var í Brussel. Já, ég fór bara inn á síðun hennar, skoðaði hvað hún skrifar og fyrir hvern og sá að vídeóið, samsærisvídeóið hana, það stemdi allt sem var sagt. Sá hvernig hún vinnur, skoðaði eina heimsókn hjá henni til að hlusta á heimsækja eitthvað viktim, eitthvað fórnalam á spítala og hún er bara ekki lengur marktækur blaðamaður fyrir mér. Hún er búin að vera. Þú veist, maður sér að fólk ég veit að þetta er eins og Óli Demegard sagði að löggugaurin sem átti að hafa verið skotin hérna í París á gangstéttinni. Já. Óli sagði að hann er náttúrulega bara í Ísrael núna með $666,000 undir kollinum, sko. Já, maður sko, fleiri hlutir sem maður að sjá eins og fréttur ákveðna ISIS-hermenn núna í vikunni. Þú veist, það var slegin upp frétt bæði á Íslandi og erlendri frétt. Það var rauninni bara þýðing á erlendri frétt. Og maður skoðaði erlendu fréttina líka, það var svona löng fréttaskýringafrétt.
Hversu mörg hundruð hermenn frá Frakklandi og mörg hundruð hermenn frá Bretlandi og mörg hundruð hermenn frá Þýskalandi hefðu farið til ISIS að berjast þar og nú var ISIS að skipa þessum mönnum að vera bara heima. Þeir gerir meira gagn sem slíperhermenn, þú veist, og maður horfir á myndir af þessum mönnum og sér, þetta bara svona ykkur Breti sem var þjálfaður í breska hernum til þess að taka þátt í kristalherr til NATO. Ekkert annað. Já. Bara, þú veist, nútíma Gladio 2 myndi Sibyl Edmonds kalla þetta. Já, Gladio B kallar það þetta. En hérna skal ég segja þér, menn að gera grína þessu, já, ég nenni ekki að svara því. En þú veist hvað Rita Katz er, eða ekki? Nei. Já, jú, ég var að dýbönga hana daginn. Rita Katz. Ég gerði vídeó hana. Já. Fréttastofa ISIS. Já, Já. Ég átti erfitt með að gera vídeó og þá þess að hlæja allan tímann. Já, Rita Katz náttúrulega býr í Bandaríkjunum. Fréttastofa ISIS. Bara fyrir þá sem hafa ekki séð það, vídeó mitt heitir The ISIS News Agency. Já. Það bara fór ég yfir þetta. Þetta er bara, þegar þú sérð frétt, já, fréttastofa ISIS segir. Já, það er Rita Katz, sko. Þá er það aðal sérfræðingur FBI í terrorisma. En pældi því, fólk einu sinni nær þess ekki, sko. Írakskur gyðingur. En það veldur mér áhyggjum að reyndar náttúrulega allir í sumarfríum og enginn er að hlusta á svona villsingar svo mikið í sumarfríinu, en það hefur aðeins minnkað áhorfið núna hjá mér. Er það ekki bara sumarfrí? Ég ætla rétt að vona það, sko. Ég nenni ekki að gera vídeó fyrir svona lítið áhorf, sko. Nei, þá þarf að stilla við með henn. Þegar að, sko, lítið áhorf þýðir að þú ert á réttum slóðum. Damn it. Þá veistu að fólk sem ekki þess virði að tala við, það að horfa á fótboltaleiki. Eða fréttaskýrendur Kastljós. Þú ert eins og Jóhannes í eyðimörkinni. Engisbrettur eru cool. Þær eru góðu matur. Þegar Frans frá Assisi ákvað að predika yfir fuglum. Það voru verðugir áheyrendur. Engisbrettur eru góðu matur. En það er eins og þú sagðir áðan, þú veist, vídeóin okkar, ég líti á all vídeóin mín, ef ég setti fram með vídeó með einhverju hugsun sem ég fannst vera þess virði að vera sögð, ég var ekki að segja hana fyrir áhorfendur dagsins í dag. Nei, einmitt. Já, það er þetta funky samband við hlustendur eða áhorfendur. Það er mjög funky samband, sko. Þetta er svona love-hate einhvern veginn, maður vill ekki vera án þeirra en heimska þeirra kemur manni endalaust aftur og óvart, sko. Og svona eitthvað lið sem er alltaf að snúa út úr öllu, það er bara alveg sem að koma að segja, það er eitthvað svona reynt að finna eitthvað útúrsnúning á því, sko. Já, bara anything goes. Já, ég skil hvað það fara, þetta er flott. Ég skil ekki, sko, þetta er að fyndið svona 15 sinnum, sko, en þetta er komið upp í 150 sinnum, það bara er þetta eitthvað blætið á, eða hvað heitir það? Ég bara veit ekki, ég er náttúrulega, ég veit ekki, ég er sáttur mörg kommentir sem ég er að fá á ensku rásinni, ég er ekki sammála nánast engu þetta. Já, það er endar á ensku rásin er svolítið öðruvísi. Það eru shillin, þessir hermenn sem eru bara svona one kommentarar með alveg rosalega nasty komment, sko. Og það er bara, þú svara þeim og þá kemur ekkert svar, sko. Þeir fara svo hratt yfir, sko. Já. En síðan ertu með annan hóp í ensku kommentunum, fólk sem bara virkilega þakkaði fyrir, sko. Það er bara, wow, þakkaði fyrir, bara segja þetta og gera þetta og wow, bara æðislegt, keep up the good work. Bara því svona jákvætt, sko. Og svo er ég með slatta fólki sem er bara í debate, sko. Það koma bara alvöru rök og mótrök og leiðréttingar og bara eru með perurnar í lagi í toppstykkinu, sko. Já, ég sinni þeim ekki neitt.
Nei, ég sinni ekki sílónum frá hernum, sko. Ég er bara með eina línu á móti, sko. Og þessum ástarskeytum náttúrulega bara svara maður takk fyrir, sko. Það er bara svona elskuleg hvatning, sko. En dýbetana hef ég gaman að dýbeta við, sko. Þeir bæta við og benda þetta og hitt og segja til dæmis eins og var í þessu helium myndbandi, sko. Ég vissi náttúrulega að þetta var ekki helium, ég sagði það í myndbandinu, sennilega var þetta eitthvað annað efni, þetta hydro, hvað heitir það? Þetta vetni, já, þetta voru vetnisflór. Og ég notaði náttúrulega orðið helium af því að það helios og það var referens í því, sko. Já, ég skil það. Og og einhver sagði bara, já, hún fávitið, veist ekki að það var vetni í Heidelberg. Já, fólk, já. Þetta flókið. Ég að bíða eftir því nefnilega að þú klárir þessa rannsóknarvinnu, ég veit að það mun taka tíma. Af því þetta hlutir, þú oft minnst á þetta með loftförin. Ég hef ekki grúskað neitt í þessu. Ég bara bíða eftir að það dýbang komi frá þér. Já, sko, ég ber við babúsku kenningunni. Já. En að henni frátalinni þá gengur þessi global hugmynd ekki upp, bara í einfaldri starffræði. Og þá sitjum við eftir með flatjarðarmódelið og ég nánast orðin sammála því að jörðin sé flöt, sko, en ég átta mig ekki á jöðrunum, sko. Hvað þá kúlan yfir? Hvað suðurskauti þá allt kring? Ég átta mig ekki á þessum dítelum, sko. Já. En massin absolutt flatur, sko. Og þetta svona reyndar verið að játa það mind-blowing að fara inn á þessar brautir, sko. Þau búin að setja þessa punta inn í tilveruna, glópamódelið og allar þessar stjörnuþokur og allt það bara lygi, sko. Já, þú ert, sko, ef þér finnst þetta mind-blowing, þá býttu bara þangað til þú nærð því sem ég að vinna með. Já, sem Þú ert ekki bara að kveikja á því ennþá. Sorry. Ég uxi, ég fer í beinum línum, sko. En þú manst að ég held í fram einhvern tímann í vor, eða einhvern tímann, ég man ekki hvenær, að geimurinn væri massífur. Já. Þú varst með demanta-þeorina, ekki? Já, hún var meira bara sem djók, en ég er búin að leggja, ég reyndar, mér finnst hún hafa verið bara myndbirting á dodekahedroninu hans Pýþagórasar. En mér finnst það hlutur sem við eigum eftir að fá örgulega meira út úr þokunum. Ég meira að reyna bara að vinna þetta út frá mínum eigin sensi, sko. Já, ég skil það og ég er að djóka með það þegar þú sagði mind-blowing, sko. Já, ég er að djóka með það ásetningu. Því þú veist alveg mína, sko, mér drullu sama hvort að við erum á hnetti eða flatjöð. Mér gæti ekki verið meira sama. Já. En hvers vegna? Já, en hins vegar sko, já, fyrir mér þetta, ég hef mjög gaman að hlusta á hann Brian, sko, sem verkfræðingur og einmitt svona, hann bara, já, ok, ég hef bara aldrei hugsað þetta svona, sjálfsög kann ég að reikna og hann svona þörmal snillingur, sko. Pappans var þörmalverkfræðingur og hann sérfræðingur í þörmal, já, varmaflutningi, sko. Já. Og hann sagði bara, veist, hann bara svona, wow, veist, það bara allt lígi sem búið að vera að segja okkur, það stendst bara ekki í starffræðina, sko. Bara þörmal og líka, sko massi, ef þú ert með eitthvað súrefni utan í jörðina og tóman geim, þá fer það bara út í geiminn, sko. Þegar massi leitar út í tómarúm, sko.
Og þannig ég svo sem alveg búin að átta mig á öllu þessu sko, en ég ennþá með bara, veist, hvað þá hvolfið sko, þessu stjörnur, hvað það? Já. Og maður sé náttúrulega bara tunglinu að það miklu nær heldur en okkur sagt, og ef maður rýnir í sólina með það í hugafar að hún sé að fara inn í vanishing point, ég sé ekki betur en að það geta alveg staðist með að við bara þetta Já. Þú þarf að taka tíma í að sástu í vikunni líklega ekki. Ég postaði kannski ná Nothing at All grúppuna vídeó sem þokkalega gott, þetta eftir klukkutími sem The Worldview Vedanta Worldview Já. Þar sem farið yfir sko, hver heimsýn veta heimsbyggingana var á Indlandi í margar aldir og hversu nákvæmir þeir voru í alls konar pælingum með það. Og það mjög gott efni. Ég bókamerkti það og ég sagði ég vil fara dýpra ofan í þetta. Það var alveg fullt af punktum þarna sem var þess virði að fara á bólakáfunni. Já. En núna sérðu þarna helium pælinguna mína, þetta vídeó sem ég gerði heliumið sko, að það en útskýrir UFO sighting sko, og þetta eru svona alls konar heliumdrast sem að hrynja sko, eða sem þeir að vesenast með og þeir þurftu disinfo með að búa til þessa gervihnata hugmynd, þetta geimveru diska, þá búin að covera allt þetta sko. Þetta sést stundum sko. Belginni springa á röngum stað og þeir vissu það strax að þetta mundi sjást að einhverju leyti sko. Ég þú veist, þú ert þarna með einn leikúkup af mörgum í sko, þú veist, ég sé þetta, við erum búin að vera að tala þessu þetta oft, að ég sé að það eitthvað að brjótast í þér og þetta einn angi af því. Það einhver, þú veist, einn daginn vaknaðu eða ert út að labba og sem bara, ég sé þetta núna. Einhverja mynd, stóra mynd, sem að þú þarft sko 10 klukkutíma myndbönd til að útskýra. Það skil ég. Það ekkert ósvipað eins og hvað hef ég eitt mörgum vídeóm í að útskýra bara þennan einfaldleika af bæði musteri Salómons og musteri Heródesar voru ólögmætt, unlawful. Já. Og veist, ég veit mjög miklu púr í það og bara núna síðast í vikunni, þar síðustu viku, fór ég að þess að grúska betur ofan í Salómon og fann fullt af punktum sem styðja þessa kenningu mína. En þetta, sko burt sér frá því hvort að jörðin sé snúður eða kleina, sko. Þá bara... Marsipanstykki. Já, whatever, sko. Að bara þetta að taka þessa heimsmynd aðeins út, sko. Þetta bara lygi, ég hafna þessu, veist. Þá, nokkrum dögum seinna hlustaði ég á Davíð Æg, sko. Það sem að var að tala Saturnismann. Þetta var eins og hálfstíma vídeo með honum sko. Og þá bara rann upp fyrir mig, Saturnus, það ekkert til, skilur. Já. Þú ert bara að fara með fabúlur, vinnur. Sko. Og hann að tala svona Saturnus hafi verið gamla sólin og sóldýrkun hafi verið Saturnusdýrkun þegar hún hafi síðan færst og eitthvað sem bara, heyrðu, þetta bara allt saman lygi sem þú ert að segja. Eins og það leggur sig. Ekki gleyma því að Helios nafnið á sólinni. Já, og helium dregið af því. Já. Og það var svolítið áhugavert til dæmis að vetaheimspekingarnir töldu það að sólin væri brennandi vatn. Já, ég spurði son minn hver heldur upp í sólinu og tunglinu og hann sagði it floats. Mér finnst ég var að þú veist, af því að þú veist að ég var mjög mikið að pæla í hlutum í fyrra með þú veist hvað gravity, hvað ljós og svona pælingar og var að pæla í með hraðaljósins og annað og ég alveg á þeirri skoðun að þyngdaraflið sé ekki til sem lögmál ég hafna þyngdaraflinu
En býtu, hvað heldur okkur á jörðinni? Mín skoðun í dag, mín kenning í dag er svo að þyngdarafl sé afleiðing af hreyfingu. En ég er ekki komin lengra með það að sinni. Þegar ég aftur á móti, og það skiptir mig engu máli, í rauninni kannski endanlega, vegna þess að það er ákveðnir hlutir varðandi gravity sem ekki standast. Nú þegar gravity er fundið upp af Isaac Newton á sínum tíma, sem þá var hann, gravity, það sem fólk áttar sínum ekki á, er að gravity er hugtak sem er fundið upp til að útskýra eitthvað. Og þó að fólk viti að við loðum við jörðina og að bolta sem slepptir í ákveðni hæð, að bolti sem slepptir í ákveðni hæð, hann dettur niður. Það er einhver ástæða fyrir því, það er eitthvað. Hugtakið gravity er bara notað til að lýsa þessu eitthvað. Þetta er bara hugarmódel. Gravity er ekki sannleikur. Það er bara módel notað til að lýsa einhverju sem gerist á einhvern hátt. Og það sem stenst ekki, þetta er ekkert ósvipað eins og heimsmynd Stórakvelds, varðandi alheiminn og stjörnunar og sögu af tímans og allt þetta dót. Að það er fullt af holum og gloppum í þeirri kenningu. Það er bara kenning. Hún er stótfull af gloppum. En það er búið að stoppa upp í mörg af þessum götum með því að búa til fyrirbæri svart efni eða andefni. Og það fer bara eftir því við hvaða vísindamann talar, hvort það er 75% andefni eða 23% andefni, bla 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 bla. Og það er enginn að segja við sem vísindamenn, þetta er abstrakt hugmynd, hún hefur jafn mikil vísindarlegan grundvöll eins og hugmyndin Guð. Þú veist, vísindin eru svo óheiðarleg, þau horfast ekki í augu við, það er gloppað þarna sem við getum ekki útskýrt. Nei, við erum búin að búa til útskýringu og hún er orðin vísindarlega sönnuð. Það er svo mikil sturlun þarna í, og þetta sé náttúrulega ekki hins stjarntalandi. Þetta er eins og að setja hausinn í þurrkara á full swing. Ég held að orðið er ekki gravity, orðið er density. Já, það er áhugaverð pæling. Að þetta er bara density og eins og þú veist að ég nota svolítið í mínu líkingamáli að það síðasta sem fiskurinn fattar er að hann býr í vatni. Þetta eru við ekki bara í aðeins þynnra vatni, þú veist. Í þessum éter eru við ekki bara í næsta stigi fyrir neðan sem heitir éter, sem er samt fljótandi, Já, ég er meðvitaður þessa pælingu líka, ég er að tala um þessu hluti, það sem ég alltaf áttaði mig á, þegar ég var að pæla í þessum hlutum í vor eða vetur, var að ég hafði rekist á ýmsum stöðum, að það er talað að út í geimnum, þegar þú ert komin út fyrir gufuhvolfið, þá sé 1 atóm á hverjum rúmmetra. Ég er ekki að segja að það sé þannig, ég er að segja að það er talað að það sé þannig. Bara svona áður en Axel byrjar. Já, ég býti tunguna núna, Já. Það sem að síðan skilur eftir hangandi er það að ljós skín ekki í gegnum vegg. Og veggur hefur ákveðinn þéttleika á atómum. Ef ljós ferðast frá sólinni í gegnum 1 rúmmeter af tómarúmi sem hefur 1 atóm í sér og nota bene, enginn er að tala um hvernig atóm það er. Er það vetnisatóm, er það úraníumatóm eða eitthvað þar á milli. Þegar ljósið fer hins vegar 360.000 kílómetra, sem er 1 sekúnda. Býtum við, það eru 360 milljón metrar. Vegna þess að það fer 360.000 metra á sekúndu eða kílómetra.
Nei, 360.000 metra á sekúndu. Já. Ok, það þýðir að ljósið er búið að fara í gegnum þéttleika upp á 360.000 atóm á einni sekúndu. Einni mínútu síðar er að þessi tala sinum 60. Klukkutíma síðar er það svo tala sinum 60. Hvað eru það mörg atóm sem ljósið er farið að fara í gegnum í ákveðnum þéttleika? Og ef þú tekur þá vegalengd sem á til að vera frá okkur og til Alpha Centauri sem á að vera næsta sólkerfi, þá er það 4 ljósár að talið er, að sagt er. Nú, Axel býtur ennþá í tungunum. Já. Að, þú veist, hvað er það mikill þéttleiki sem ljósið frá Alpha Centauri hefur þurft að fara í gegnum á þessari löngu leið sem að hefur náð að hægja á ljósinu? Þetta er bara eitthvað vitleysi, sagði þér. Býtu, vísindamennirnir, þeir taka þetta aldrei með í reikningin og kennara fávitarnir, sturluðu uppvakningarnir sem er að kenna umskiptingunum, þessa sömu bók, að þeir þora ekki einu snúta á þessa lendu. Þannig er þetta risastórt ginnungagap í allri heimsmynd samtímans og heimsmynd samtímans byggir á þessu. Að þetta sé eins og Einstein sagði þetta veri. Þegar ég var að sjá þetta, þá allt í einu áttaði mig á því að alheimurinn er gegn heill, en hann er massífur af efni. Já, ég náttúrulega hafna þessari game hugmynd. Já, burtséð frá því, við erum bara að tala módel, þú veist, þitt módel, mitt módel, eitthvað annað módel, við erum að tala módelin. Að ég er að benda á að þetta módel, nú veistu til þess að ég nota þetta módel í minni heimsmynd, þetta stóru sprengjutal, en ég er alveg meðvitaður að það er bara módel. En ég er að velta fyrir mér einu, sko, reyna líka, fyrir mér þarf maður alltaf einhvern veginn að ná öllu niður á common sense levelinu, sko. Okkur? Já, mér finnst það svo þægilegt, sko. Já, þá ertu komin í hvað hétta Event Horizon fyrir self-evidence. En býtu, ég er með eina spurningu í þessu samhengi. Sko, náttúran sem við erum í, samkvæmt okkar skilningi er hún byggð á sama grundvelli allstaðar. Þá skil ég ekki hvernig stjörnurnar og sólin og tungli getur verið svona eins og klukka, sko. Þú getur stillt klukkuna þína eftir sólarganginum. Þetta er svo auðsvarað. Ég hef hvergi séð annars staðar í náttúrunni eitthvað sem ég get ekki stillt klukkuna eftir einu öðru í náttúrunni, sko. Ertu viss? Það nefndu með dæmi eitthvað sem ég get stillt klukkuna eftir í náttúrunni. Heldur sólarganginu? Já, ekki sólargangin, tunglgangin eða flóðafjöru eða stjörnur. Nei, ég er ekki með svar við því, ég bara segja ertu viss. Það getur vel verið að sé þú ég sjáu það ekki. Þegar við erum að horfa á falskafánan, þá er ekkert víst að við tökum eftir því að það sé eitthvað annað til að horfa á. En ok, gefum okkur það premiss, observable universe, eða það sem við náum að skoða sjálf. Ég get skoða sólina, hún kemur hérna á þessum tíma. Ég get skoða tunglið á hvaða tíma það kemur og ég sé það stemmir við þessar bækur sem verður að sýna okkur. Hver segir þetta sé alltaf sama sólin? Já, ok. En það er allavega eitthvað gult sem kemur á reglulega. Sannaðu að þetta sé alltaf sama sólin á hverjum degi? Já, það er endar mjög athyglisverð mynd sem ég sá, eða vídeó það sem að þeir sýna sko rauðimánin. Það virðist vera sko einhver kúla sem að fer fyrir, sko. Það virðist vera eitthvað svona filter sem er ósýnilegur svona dagstæðlega, en þegar hann fer fyrir, sko, þá sér það þetta er eins og hnöttur sem að fer fram fyrir tunglið, sko. Ég meina, vetarheimspekin sagði að sólmyrkvi var ekki tunglið að fara fyrir sólina, heldur svört pláneta. Já, einmitt. Ég hef séð vídeó stilt upp í þessu samhengi og ef þú horfir á þegar að mánin verður rauður, þá sérðu það er eitthvað sem fer fyrir hann, sko. Og þú kannast við þessa pælingu, ég hef verið að taka myndir sjálfur þar sem að sko, bláhiminin fer í gegnum tunglið og ég hef reyndar ekki náð myndum að þið sjálfur en margir segjast ná myndum af tunglinu þar sem þið sjá
stjörnur í gegnum tunglið. Ég segi, eru stjörnurnar ekki bara fyrir framan tunglið? Það geta alveg eins verið, við vitum það ekki, vegna þess að við getum ekki farið út, við vitum ekki hvar jörðin er, við vitum ekki á hvaða ferðalæðin er. Við gætum verið að tala það á hverjum einasta degi fari jörðin framhjá nýrri og nýrri sól og hún sé búin að vera á ferðinni í 4.000 milljón ár, það getur vel verið að við séum í raun og veru biochemically engineered þræla entity sem á að viðhalda geimskipinu jörð á meðan að hið raunverulega humanity sé yfir jarðar í einhverju svona agarþjanískri veröld að bara bíða eftir því að komast að leiðarenda. Já, við séum lengst inn í litlu mólekúlu upp í raskatinn á piparköku guttanum. Það eru til fínar, ég hef séð vídeóð sem að fara í gegnum fínar útskýringar af því að jörðin sé bara geimskip og ferðinni í gegnum geiminn og hún sé smíðuð. Ég hef séð líka vídeó þar sem fólk að rökstyðja á garðakenninguna húlujörðina. Það sé annað mannkyn inn í jörðinni. Já, bara splæst hérna 2 kenningar saman í eina við þessar nýju kenningu að sólin sem við sjáum okkur degi sé alltaf ný sól. Það mjög athyglisverð pæling þetta, en það sem að trufla mig að þetta svona klukkugangur, sko. Já, en fyrir mér náttúran kaotísk, sko. Já, en ég ekkert viss að við, Rupert Sheldrake með mjög góðar pælingar á þessu sviði. Það sem hann talar kenningu sem að ég mjög hrifinn af, að hann segir the law of the universe is simply a habit. Og þess vegna segir hver að taka tíman, þegar ég sagði áðan mótmælti þessu með tíman hjá þér frá sjónarhóli mýflugu sem varð til í morgun og deyr í kvöld. Þegar hún að fljúga í kringum þig, þá ert þú jafn statik eins og fjall fyrir okkur. En svo hún fer í gegnum heilt æviskeið á einum degi og þessu æviskeiði þá hreyfir þú þig svo hægt að það getur vel verið hreinlega meðan þú stendur upp frá borðinu þínu og lappar fram í eldhús, nærður í vasklas og lappar tilbaka. Fyrir þessari mýflugu er það svo langur tími að hún getur tímasett flugið sitt í afstöðu við þessa gönguferð þína. En á meðan veist þú ekki af þessari flugu. Já, en þessi fluga sér ekkert sem hún getur stillt klukkuna. Þú veist það ekki, þú veist ekki hvaða vitund flugan hefur og þarna ég að fara út fyrir það sem heitir anthropomorfismi, að skoða heiminn sífellt út á hinu mannlega sjónsviði og hinu mannlegu tilfinningum og hinu mannlegu væntingum og hinu mannlegu sjálfsblekkingu, hvöti sjálfsblekkingar. Antimatter og gravity og empty space eru klassísk dæmi sjálfsblekkingu hins spillta mannshuga. Já, þá komum við náttúrulega hlutum eins og sálinni og Matrixinu og einhverju slíku að ég tel að sálin sé hóks, sko. Já, ég held að Matrixin sé líka hóks. Ég held ekki að sálin sé hóks, sko. Þú veist það. Mér fannst athyglisvert pæli hjá þér að sálin væri, sko, eins og fólk hefur sagt að sálin býr í manninum, sko. Mér fannst athyglisvert konsept hjá þér að líkaminn býr í sálinni, sko. Já, ég er sannfærður þetta. Já, ég minnist ofta á þetta. En og það eru fleiri sem segja þetta. Ég held að Deepak Chopra segja þetta líka. En fyrir mér, sko, eins og til dæmis með þetta að, sko, það eru svo blatant lygar NASA, sko. Og að hluta til eru það náttúrulega til þess að covera helium-prógrammið eða vetni eða whatever fuck við sprauta í þetta. Já. Að, sko, það náttúrulega alltaf að koma fleiri punktar, sko, og þegar maður áttar sig á því að þessi sólkerfis lygasögur stemma ekkert, þá fer maður velta fyrir, sko, hvað Davíð Icke að gera með að nota allt það í sitt prógram, sko. Já, við veitum ekkert hvað á baku Davíð Icke, sko. Já, hann náttúrulega Mason, hann náttúrulega í þessum Mason klubbi, sko. Ég held að hann sé Mason, það bara stutt sér í hvort það niðurstöðu. Ég get ekki rökstutt það ennþá. Það engin vafi í mínu huga Alex Jones Mason og Jesse Ventura. Já.
Fólk gleymir oft í þessari orðræðu að taka Jesse Ventura inn í þessar pælingar. Sko, Jesse Ventura gerði eitthvað 3 eða 4 eða fleiri seríur conspiracy theories. Fólk gleymir því að, sko, það má bara klára, að Jesse Ventura kom conspiracy theories á kortið. Hann á mjög stóran þátt í því að Infowars og conspiracy theories almennt og 9/11 og fleira komst á kortið í almannavitund. Fólk gleymir því vegna þess að hann hættur með þetta og farin að ranta pólitík í staðinn. Já, en sko mér sýnist, svona ef maður horfir á þessa meitlara, sko, að þeir virðast fá mismunandi mikið authority til þess að upplýsa, sko. Til þess að fá trúverðuleika þarf að upplýsa vist mikið, sko. Já. Og Alex Jones til dæmis upplýsti gríðarlega mikið í upphafi, sko. Hann virtist hafa bara authority vist langt, sko. Og nú Ken Anderson farin að debunka hann. Stephen Anderson farin að debunka hann. Já, búið frá því. En það sem mér finnst athyglivert við David Icke hvað hann hefur fengið leyfi til þess að fara langt með að opinbera sannleika í musterinu, sko. Ertu svo viss hann hafi gert það? Já, sko hann undir authority. Hvenær kom David Icke síðast fram með eitthvað nýtt? Sko bara það til dæmis að hann hafi opinbera problem reaction solution dæmið svona rosalega sterkt. Já, en það hans? Mér minnir ég sá daginn eitthvað eldra en það. Þetta eldri kenning. Hann bara sett hana fram betur. Já, þetta náttúrulega Hegelian dialect, sko. En hann, sko, hann kominni þannig til skila að fólk átti að sjá því hvernig hún funkar, sko. Já, svo sko, það í rauninni bara þrennt sem að David Icke hefur komið fram með. Það þetta fyrirbæri problem reaction solution, sem sagt þjóðfélagsverkfræði, klassíska þjóðfélagsverkfræði, sem sagt meginströms þjóðfélagsverkfræði, sem sagt event-drifna þjóðfélagsverkfræði. Vegna þess að þjóðfélagsverkfræði miklu viðfangsefnara. Hann kemur líka fram með reptilian-kenninguna og hann í rauninni byggir upp og hliður undir Rothschild-kenninguna. Rothschild-Ísraels-kenninguna. Og það sem merkilegt við það hvað hann hefur komist upp með það. Já, sko maður hlustar á, sko flestir hlusta kannski á David Icke og Alex Jones og bara taka því sem þeir segja, sko. Maður þarf að taka þetta sem maður tekur það sem þeir segja og notar það í efni til þess að komast að sínum eigin niðurstöðum, sko. Já, í sammála því. Og sko, þú veist að þeir, þetta með Phoenixin, sko, að í þeirra trú gríðarlega mikið að sko brenna það stjórnkerfi sem þeir eru með í dag til kaldra kola og upp úr því rís Phoenixin sem næsta stiga þeirra stjórnkerfi. Nota bene, ég held að sé bara þú og ég sem með þessar pælingar. Já, ég veit það ekki. Og ekki komið langt með það. Ég hef reglulega sagt þetta frímúrarana, þeir muni gera þetta við sjálfa sig, sko. Já, ég held að þetta sko Rothschild og Rockefeller og þetta lið, þetta liðið sem verður brennt þegar næsti Phoenix rís, sko. Já, þetta og við erum að sjá einmis merkjum svona pælingar í gangi. Já, þess vegna hafi David Icke fengið authority, til dæmis til þess að gjörsamlega plotta út Rothschild og konungsfjölskyldunar og að það bara verið að kynda undir næstu brennu þarna, sko. Já, vitnisburðurinn sem notaður til að réttlæta aðgerðirnar og sömuleiðis, já, en svo líka annað í gangi að það náttúrulega hinn stýrðavakning og það finnst mér verið hlutur sem að allt og fáir átt að sjá. Við erum byrjaðir að sjá þetta. Að það telt fram svona fyrirbærum eins og Alex Jones og David Icke og fleiri fyrirbærum til þess að beina vakningunni í dáleiðslu áttir. Það sér að ég hlusta nánast ekkert á Alex Jones í dag, sko. Bara... Ekki, ég hef enga fór í maður, ekki neina.
Og Davíð Æk, ég hlusta á hann til þess að með þessum formerkjum sko, að hann hefur gríðarlega mikið authority til þess að gefa út real stuff til þess að ná fólk til þess að gleipa spúnin sko. Eins og ég hafði voða gaman að því fyrra hlusta á þarna Chris Allen eða hvað hann heitir þarna útvarpsrásina en ég alveg hættur að hlusta á hann nenni ég ekki. En svo hérna þessar heliumpælingar byrjuðu hjá mér eða vetnispælingar eða whatever út frá því sko hvað demoniserað. Ef að eitthvað heavily demoniserað þá einhver ástæða fyrir því sko. Og sko það sagt að þú getur forðast allt nema skattinn og dauðan sko. Og þetta svona pældi sko hvaðan þú heyrðir þetta eða hver sagði þér þetta. Já. Þetta kom með svona einhverjum heilaþvotta óbragði í munninum sko. Og þá svona, ég finn svo mikla elítulykt af þessu frasa sko að sko fyrsta lagi borgar ekkert að þessu liði skatta eins og leist, það bara skattar já, rólegur sko og lög sem að gilda okkur gilda ekkert þetta fólk sem segir okkur að það borgar enga skatta þá fyrir maður velta þessi en hvað þá með þetta með dauðan sko. Og ég held að þegar að þeir brenni Phoenix sko, eins og með Rothschild sko, þá flytur Rothschild til Mu. Ok. Og eins og Joey... Það hérna... Já, halló... Slitnaði eitthvað hjá okkur. Halló. Já, ég hérna. Já, einmitt. Heyrðu hvað ég sagði? Nei, það slitnaði. Það var gamli, hann Ljúi minn, hann 11 ára síðan í júlí. Ég heyrði hann eitthvað velta sér og ég leit við að ég gáði þau hvoru þau eiga til að liggja þannig í rúminu að þau gætu dottið fram úr því sko. Ef þau steinsofa. Hann hefur þrisvar dottið fram úr þau ár sem ég hef átt hann, ég er búinn að eiga hann síðan hann var 2 ára. Hann getur sofið svo hrikalega fast. Og ég sá bara, oh shit, hann sorry, hundamamma. Ekkert mál. Já, það var atriði í það var einmitt atriði í Friends, við horfum svo mikið á Friends sko, og það er svo mikið heilaþvottur í Friends sko. Þá sagði Joey einhvern tímann, já, Mu, it's a Mu point, it's Mu. Og gerði rosalega mikið úr orðinu Mu, sko. Já. Og svo datt ég þetta Lost Continent sem heitir Mu, sko. Já. Og þannig að ég held að margir séu stattir á Mu sem við höldum að séu 6 fet undir sko. Já, það er ágætis kenning. Ég held reyndar að þú setja að nota rangt nafni verið það en. Já, Mu svo flott nafn sko. Mu flott nafn sko. En sko mín heimsmynd svo að Mu sé heimskerfið sem Nóa bjó í. Já, Mu bara kontinent sko, eins og Afrika eða Amerika. Ég kalla það Xanadu sko. Já, það er náttúrulega, þú getur kallað Ameríku Xanadu. Xanadu / Eldorado. Þetta er gullna landi. Ég notaði bara til aðgreiningar vegna þess að þegar ég horfi á sko, heimsmyndina sem við búum við, þá það er engin vafi í mínum huga að við erum ekki í fyrsta heimskerfinu. Það er babúskukenningin. Já, það hefur verið til heimskerfi og undan. Og það er sögur Nóaflóð eru til alls staðar í heiminum í gegnum aldirnar. En það er líka til í grískri goðafræði, þá er þetta með annað land sko, í augsýn meira sér, það sem að svona
elítan bjó og lifði í, sko. Já, já. Ég man ekki hvað heitir það aftur? Ertu ekki meina Atlantis? Nei, Ok. það Elysium? Hvað sér Ertu að meina Elysium? Þetta var í grískri goðafræði. Ertu að meina Mount Olympus? Ég sá ekkert málverk þetta mér að segja. Hvort það heiti Elysium? Það heiti Elysium. Ég veit það ekki, ég er ekki svo vel að mér í þessu. Þetta ég er búin að finna mynd af þessu. Ertu að meina Shambhala? The Hidden Kingdom of Shambhala, where the rulers of the world live. Það heitir Elysium í grískri goðafræði. Sko Shambhala er sko indversk skástrík, tíbesk skástrík, mógúlsk kenning, sko. Það sýna hérna myndir af þessu. Það er þetta fyrir bara hérna, sko. Þar sem að sjáðu, hérna er bara Elysium, sko. Og hér er bara helvíti, sko. Og það er svona þunn blæja á milli, sko. Já. Þessi hérna líka, sjáðu. Hérna erum við alveg rétt að skrimta á bótum, sko. Svo hérna sér þau bara himnaríki, sko. Þannig að þetta er svo sem engin ný vísindi, sko. Nei. Sjáðu, hérna er bara dans og ég var að horfa hérna á byrjunum við hvað heitir það, Maslow. Þú ert rosalega hrifin af Vivaldi. Hvað er það? Vafurinn sem þú nota. Já, ég fékk hann frá þér. Takk fyrir það. Já, ég nota hann líka, sko. Já, ég var að skoða Maslow. Ég fór einhvern veginn með Maslow á flokksfund í Framsóknarflokknum. Fór með mynd af Maslow. Menn voru alltaf að tala hvernig á að gera hlutina og hvað á að gera. Það er óskulega einfalt. Þú byrja bara á botninum, uppfyllir það og svo færir þau upp. Ég vissi nú ekki hvert fólk alltaf að fara, sko. Já, ég er búin að bæta við hérna Wi-Fi undir. Okay. En hérna, kannastu við þessa mynd? Já. Er þetta ekki hérna píramidin aftan á dollaranum? Jú, gullhjálmurinn ofan á honum sem enginn veit hvort það var ímyndun eða veruleiki. Já, það er bil á milli, sko. En hérna, ef þú skoðar hérna píramid, ef þú berð þetta saman við þetta hérna, sko, þá kom upp í hugan ákveðin, sko, það er ekki alveg stór mynd hérna, það er ekki að vera, hérna, þessi er ágætt. Sko, ég fór að hugsa þessa mynd í samhengi við Maslow píramidan, sko. Að hérna, sko, þetta er sami píramidin. Að hér eru allir með áhyggjur af lífsviðurværinu og á ég fyrir reikningunum mánaðamótin og alla leiðina upp hérna, sko. Síðan kemur bil þar sem að þú hættir að borga skatta og vera undir lögum og svona óþægjendum, sko. Og hér ertu í þessu hérna, self-creativity, þú þarft ekki lengur að hafa áhyggjur af veraldlegum hlutum eins og mat og húsnæði og einhverju svona, sko. Og það er það sem að er leyndardómurinn hér, sko. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af veraldlegum hlutum, sko.
Og þess vegna eru powers, öflin, þessi stóru öfl, sko. Þess vegna þeim alltaf svo í nöp við spámenn og trúarleiðtoga og sem kenna fólki að komast á þennan stað, að sko með því að einfalda lífið, þá ert ekki inn í, þá kemstu á þennan stað og getur farið að útvíkka þitt sem þeir vilja bara halda fyrir sig, sko. Það þess vegna sem að sko fjármálakerfið eins og spilavíti, sko. Þú veist, ef að einhver á spilavíti og hann bara með tölvu þar sem hann bara breytir vinningslíkonum og hann getur sett spilavíti bara eina vikuna þannig að engin vinni næstu, sko. Hann bara með á tölvunni á sér, sko. Því hann á spilavíti, sko. Sama með peningakerfið, þú veist, það ákveðnir gaurar sem bara eiga þetta peningakerfi og þeir bara breyta vinningslíkonum eða tölunum, sko, eins og þeim sýnist, sko. Og þess vegna svo þeir sem að fatta það að þetta spilavíti, þetta peningakerfi, bakka út úr því og verða self-sufficient, að það eru bara sérsveitir að snúa slíkt fólk niður og berja því í klessu eða jafnvel drepa það, sko. Þess vegna voru til dæmis Amis fólki var allt svatað, sko. Það var bara sérsveitir lögreglunar voru bara að handjárna þau fyrir fram að börnu þeirra, sko. Fyrir að selja mjólk, sko. Eins og það gert í nokkur 100 ár, sko. Þannig að það sko líka til þess að skilja góleminn, sko. Steinlímið að halda þeim þarna niðri, sko. Og eins og þessi Venezuela, þú sér núna hvernig það þjóðfélag fer bara í klessu, sko. Já. Og eina sem hefur gerst svo sem að peningakerfi krassaði, sko. Það þá fullt af náttúru að það geta ræktað og veist, þetta fólk þarf í raun ekkert að lifa neitt skort, sko. Alls ekki. Þetta algjört góð. Og sérstaklega ef þau kynnu bara að tala saman eða vinna saman, sko. Það var ekki vandamál, sko. Þannig að þetta bara eins og hugsaum okkur bara spilavíti, það sem allir bara party spilavíti, bara svo bara eigandinn, já, ég ætla að taka niður vinningana hérna. Og þá allir bara fannir að naga hálsinn hver á öðrum, sko. Eða veist. Það fer allt í vitleysu bara, sko. Ég ekkert viss að steinlímið sé til þess að halda fólki niðri. Ég held að jú, það alveg rétt hjá þér, en ég held að steinlímið sé ekki þarna út af því að elitan sé svo vond að koma því þar fyrir. Ég held að fólk velja það sjálft. Já, hvað val, sko? Ég meina, barn sem sett í fangabúður og pyntingabúður andskotans, hvað það að velja? Hvað var, sko, þrælaverslun í Vestur-Afríku hefði aldrei borið sig ef svertingar í Vestur-Afríku hefði ekki veitt aðra svertingar til að selja það? Já. Og ekki voru þeir aldrei upp í sömu bókaskólum. Ekki voru þeir heilaþvegnar af Hollywood sjónvarpi. Ekki var neitt brentaðu gjaldmiðill þar í gangi. Nei. Auk þess sem að ég kannski að fara út á hálanísmenn út að fatta dæmi vegna þess að ég held að meiri hluti svertinga sem fóru frá Afríku til bæði Brasilíu og Bandaríkjanna í þrældóm og Karabíska hafsins, ég held að flestir þeirra hafi gert það af nákvæmlega sömu ástæðum og fólk fór frá Evrópu til Norður-Ameríku. Ég held það. Ég held að megna þessu fólki hafi farið sjálfviljugt. Það hafi ekki orðið þrælar fyrir þeirra að koma á leiðarenda. Já, það getur verið. Ég alveg viss um þetta. Að það hefði aldrei gengið að veiða svona mikið af fólki með þeim aðferðum sem voru beitt. Ég alveg viss um það að þetta var sölumennska. Að fólki var seldur draumurinn Eldorado handan við hafið. Alveg eins og í Evrópu. Og það ekki það sem ég skoðað með vöxt Bandaríkjanna á árunum 1700 til 1800. Þá engin vafi að
þetta ríki var búið til með áróðri í Evrópu. Ég held að meiri hlutin af landnemunum sem fóru vestur hafi tekið lán til ferðarinnar sem effektíft gerði á þrælum þegar þeir komu á leiðinenda. Það er náttúrulega svo erfitt þegar maður búin að sannfærast það að öll sagan lygi, sko. Þá erfitt að, sko, ég meina það er náttúrulega miklu auðveldar að lofa einhverjum í Afríku gull og grænum skógum heldur en að vera veiðað út allar trissur, sko. Já, við sjáum að þetta virkar enn í dag, þetta virkar á alla. Fólk endalaust að gera hverja glóriur og fætur annari út af einhverjum loforðum sem einskis virði. Já. En þar sko, þegar maður hefur stúderað eins og Biblíuna og fleira slíkt, að þá náttúrulega Satani lýst sem höfund lygarinnar, sko. Það lygin. Blekkingameistari hann kallaður. Já. Og faðir lyginnar, já. Og stæðsta blekkingin að telja fólki trúum að það sé ekki til, sko. Já, og það náttúrulega vanity. Það hvað heitir vanity aftur í íslensku? Hégómi. Vegna þess að þá erum við aftur komin að því, ég held að fólk velji steinlímið, vegna þess að fólk endalaust að færa rök, hversu gildið og ógild sem eru, fyrir þeirri heimsmynd sem það hefur valið sér. Ég held að þetta sé ekki val, reyndar. Ég held að það sé það. Ég held að það sé val. Ég held að þetta sé ánauð, sko. Því að til dæmis bara fæðingavottorðin, sko. Ég meina, ekki eru börnin að skrifa fæðingavottorðin sjálf. Þau eru seld á New York Stock Exchange, sko. Já, ég meina, veist, ég var að mynda að pæla í þessum daginn með fæðingavottorðið. Ég nefnilega fór á 98 og fór inn á Hagstofu til að fá mér fæðingavottorð og já, ennþá. Ég þurfti að borga fyrir það, skjalið. Já, stimpilgjaldi. En ég var eitthvað að pæla í þessum daginn og ég sagði, þeir prentuðu bara út fæðingavottorð. Þeir gáðu mér ekki eftirmynd af einu upprunalega fæðingavottorð. Nei. Og það náttúrulega ofsalega stórt movement erlendis víða sem að pæla í þessu með, þeir kalla þetta Google name fraud. Og ég hef það svolítið að slíku fólki í vinnarlistanum mínum á Facebooku og fólk sem hefur komið í vinnarlistan minn bara í gegnum enskuvídeóinu. Og þetta ákveðin hópur sem mjög virkur í að pæla í þessu og þau hafa mikinn áhuga á þessu fæðingavottorði. Það var bara fyrir örfáum dögum sem að, ég man ekki, það var ein kona á þessum hópi sem var að tala þetta. Við vorum eitthvað að tala saman þetta, ég man núna, við vorum eitthvað bara í samræðuþræði á kommentþræði. Þú veist, á hvaða tímapunkti afsalur þeir eign yfir sjálfum þér, miðað við það að við séum öll eign inn í þessu kerfi. Og þá kom einhver með þessa ábendingu, ég man ekki hvort það var ég eða hún, sem spurði, hver skrifaði undir afsalið? Og þá kemur, ég man að hún kom með þetta svar, foreldrarnir skrifa undir afsalið á fæðingavottorðinu. Og þetta hlutir sem við höfum rætt í djópköfum. Við vorum ofta að ræða þetta í hittifyrra þegar við vorum að byrja að, þú veist, þú fæðist frjáls, leið þú kemur út úr móðurskautinu, þá ertu frjáls, fram að því mómenti að búið að skrifa undir fæðingavottorðinu. Já. Það er mín kenning, sko. Já. Það er náttúrulega þetta líka sko, þeir þetta er bara, þeir geta alveg sagt, sko, við einsásaldurs allir skýrðir eða fæðingavottorði gefið út þegar 3 ára þegar byrja að fara þessa eftir birth abortion, sko. Þetta er allt saman svona skýrgreiningaratriði bara. Já, ég veit það, en það sem að fyrir mér vakir með þetta og ég var nú að hugsa daginn eftir þessu samræði, ég hugsaði, ég ætti nú að gera eitthvað í því, bara eins og þegar vorum að pæla með stjórnarskráni fyrra. Og þetta er eitthvað sem ég er búin að lofa sjálfur mér að ég ætla að fá afrit af hinu upprunalegu fæðingavottorði. Og leið og ég fattaði þetta því ég ætlaði að vera búin að gera vídeó þetta, það bara þetta koma fram núna. Og ég ætlaði mér ekkert að gera vídeó þetta fyrir ég færi að vinna í þessu, þannig að ég sagði ég verður öll skotin ef ég fyrir að auglýsa ég ætla að gera þetta. Já. Vegna þess að leið og ég fattaði þetta þá fattaði ég að ef að 1000 manns
þetta er eitthvað besti aktivismi sem hægt er að gera. Það er að fara í stórum stríðum, mikið af fólki, fari gaggjart til þess að ná í afrit af sína upprunalega fæðingarvottorði. En svo sagði, nei, fólk fattar ekki hvað þetta er stórt og mun ekki gera það, ekki frekar en að fólk er að bölva bönkunum á, þú veist, morguninn og fer svo beint að strauja á plastkortin sín og hefur engan skilning á því að það er ekki að gera neina uppreisn gegn bönkunum. Já, einmitt, það er í búsáhaldabyltingunni í bæ og straujar kortið á Kaffi París. Já, og sko það er engin herferð í gangi að fara aftur og bak til þess tíma þegar við fengum launin okkar greitt. Já. Við erum löngu hægt að fá launin okkar greitt. Og það er engin að fara fram á, veist, það eru, þú hugsaðir, hérna 330.000 manna þjóð og við erum innan við 10 mann sem erum að reyna að greina allt skrímslið. Allan fáfninn, eins og þú varst að kalla hitturinn á daginn. Já. Veist, það er engin að reyna, það er engin viðleitni og mín skoðun er svo, þegar ég segja fólk, ég held að fólk hafi val. Fólk hafi valkost til þess að sjá að þetta sé allt gert fyrir opnum tjöldum, það sé í rauninni ekkert samsæri. Ég hef lengi haldið fram, það séu bara til 2 samsæri. Annars vegar samsærið hugan og hins vegar samsærið sáluna. Já. Að fólk hafi endalaust tækifæri til þess að sjá blekkingarnar og byrja að grafa sig upp úr holunni. En sko, þú veist að þetta var Stefán Fáfnisbani. Stefán? Nei, Sigurður. Var það Sigurður Fáfnisbani sem draf Pítruna eða? Já. Og hver er Fáfnir aftur? Mótorhjólasamtök Fáfnis. Nei, það er ekki frímúrar. Var það frímúrarhópurinn? Já, ég held að það sé frímúrar. Nei, þeir eru ekki frámúrar. Fernir eða? Fenrir, já. En allavega þá hérna, sko, hún Sigríður, nei hún hvað heitir hún, Sigríðsdóttir. Ingunn Sigurðsdóttir. Já, einmitt, og hún skilaði öllu, hún kúplaði þessu út úr þessu kerfi og hún bara prentaði út sitt eigið vegabréf og ferðast á því, virðist án vandræða. Er hún að ná því? Já. Hún þurfti að fara til Suður-Ameríku og hún bara prentaði international eitthvað vegabréf sjálf. Sko þetta er organisation sem með aðsendur í Washington sem gefur út þetta World Citizen Passport og ég held að þetta sé á vegum Sameinuðu þjóðanna. Ég hef ekki eins og að grúska í því, ég er bara að skjóta. Hún bjóð sitt til bara sjálf? Nei, þetta er myndað þessu. Nei, hún Ingibjörg bjóð til sjálf? Já, ég hef skoðað, hún er myndað þessu netinu. Það er þessum sem ég fór eins og Kenneth O'Keefe, ég myndi ekki síðustu köfun hvað hann heitir, Kenneth O'Keefe, marínskaurinn sem að gerði hérna 911 tökuna og hefur verið hann er operator sko. Hann gerði þetta sama á hann afsælaði sér ríkisborgararéttinum og ég held að hún var við svo neitað hann gæti það ekki sko. Kenneth O'Keefe er sko New World Order agent sko. Okkur segir það? Já, bara ég sé í gegnum hann sko. Ég er ekki mótmælaði sko. Nei, bara sko já, hann er með hreinan áróður sko fyrir Agenda 21 og fyrir Sameinuðu þrjóta hugsunum sko. Og það getur verið að Ingunn sé það líka sko. Það gæti alveg verið, ég er ekki að fullyrða það. Það eina sem ég er að segja er þetta að ég sé að það er ákveðin hópur af fólki sem er að gera þetta, hafna ríkisborgararéttinum, skilin vegabréfinu og fá sér vegabréf í þessu World Citizen dæmi. Já. Það er stofnun sem hefur aðsetur í Washington. Og Píratar í Brussel sko. Þannig að þú veist, það er engin endir á þessari drullu sko. Og það er alveg sama hvert þú snýrð þér. Nema þú snýrð þér inn á við, þar er engin drulla. Já, þú þarft þá að móka henni út. Hún er þar til að byrja með en svo mókar henni út. Já. En hérna sko, svo er náttúrulega fæðingarvottorðin eru collateral fyrir skuldum þjóða sko.
og en þetta sko áætluð, þetta ekki, þetta sko skipulög glæpastarfsemi sko. Hún það. Ég þarf að hlaupa á klóið, má ég hlaupa á klóið? Já. Já. Pissupása hérna. Rignir inn áhörðendum. Ég reyndar orðinn ógeðslega þreyttur. Ég var hérna á listahátíð í bænum. Ég með mitt eigið listaverk meira að segja. Og svolítið gaman að taka þátt í listinni. Ég svona hef áhuga að gera meira í listamálunum. Var með ykkur að mynda þessu held ég. Já. Já, ég má ekki nota tölvuna mikið, þá fer alltaf frjósa hjá mér. En takk ég eftir því, svo ég fari nú að plugga mig svolítið, að Ríkisútvarpið hefur ekkert fjallað stofnun sjálfsveldisflokkinn. Það finnst mér svolítið fúlt, sko. Það á meðan? Nei, ég var nú aðeins að nöldra bara. Ég var að baktala þig. Nei. Gott. Ég fæ aldrei nóg af því, sko. Nei, mitt. Nei, ég er búin að vera að borða heimabakstur, ekkert búðafæði í 2 daga. Þá kemur svo mikil vasklósun. Já, mitt. Kemur hreinsun. Þetta fyrir lífi hjá mér eins og að búa á grillinu á Hótel Sögu. Kona mín er svo góður kokkur, sko. Já. Já, ég þarf að fara að fá mér konu. Ég fæ bara alltaf kvíðaköst ef ég fyrir að hugsa það í alvöru, þá fæ ég kvíðaköst. Fær maður sér konu? Já. Fullt af konum sem vilja fá evru stöðabrið. Ég held að maður fyndi sér konu. Já, það leyfir henni að finna sig eða eitthvað. En ég er ekki að tala í alvöru, ég fæ bara kvíðaköst þegar ég fyrir að hugsa út í alvöru. Já. Ég er búin að fá alveg minn skammt af konum. Ég var alveg búin að fá nóg, sko. Ég allavega nefndi ekki að vera með evrópskum kettlingum, sko. Guð minn góður, nei. Já. Nei, þetta er, sko, svo náttúrulega, það er alltaf þetta árans dilemma með, sko, elítuna sem að ræna öllu og rupla og eru alveg hardcore criminals og svo bara steinlímd gólem sem veit ekki einu sinni hvort þau að koma eða að fara, sko. Það er þess vegna sem að hendar svo vel, sko, þetta módel að gólemin eru gólem og gúls eru gúls, það er umskiptingar og uppvakningar. Já. Að uppvakningurinn er fyrirverandi gólem. Þó hann hefur verið vakinn upp, hún hefur verið kennt að hugsa eða gefið einhvers konar líf, það þýðir ekki að hann sé hættur að vera stjarft, áleiptur og steinlímdur. Þú veist, hann á sig ekkert sjálfur. Og það sé á við að, sko, ef þú horfir á pakkið sem að stjórna kerfinu, fólki sem að telst til þjóðar eins og Hafni myndi útskýra það. Þú skrill annars vegar lífurinn og svo þjóðin, sko þjóðin eru bara smalahundarnir. Þú veist, við erum, sko, við erum að horfa á svona fyrirbæri eins og prófessorar í akademíunni, ritstjórar, fjölmiðlana, stjórnmálamenn, embættismenn og listin heldur áfram. Við erum bara að horfa á uppvakningar. Við erum að horfa á fólk sem trúir á sömu lyginni. Þú veist, það er bara pínu oppólítið hluti af þessu gengi sem maður fer að sjá eitthvað, skilja eitthvað. Já. En
En ég ger óbúslega mikið með sko þetta fólk er framselt með fæðingarvottorðum sko af foreldrum sínum inn í hakkavél sem að sviptir þau manneskjunni sko. Leið og þú skrifar undir fæðingarvott barnsins þíns, þá ertu búin að afsala þér valdi yfir barninu þínu til skjalavaldsins. Punktur. Já. Þegar barnið fermist, þar sem tekur manndómsvígslu, og þess vegna var búnar til borgaralegar fermingar, þegar barnið tekur manndómsvígslu, þá er það ómeðvitað að samþykkja þessa undirskrift. Já, það er að staðfesta samningin. Það er þriðja undirskriftin, sko. Og ég var að hugsa þetta bara í beinu framhaldi af því sem ég var að tala áðan. Bara daginn eftir var ég að hugsa þetta og ég sagði, hvar er ferlið til þess að draga hafna umsóknir, undirskriftinni algjörlega? Hvar er það ferlið? Og það er einhvers staðar til. Þú getur alveg bókað það á hæð 18 í herbyggi 312 hjá ritaranúmer 17 milli klukkan 10 og 10:05 á fimmtudögum, þá geturðu tekið undirskriftina út. Já, það eru fullt af vídeóum þar sem að menn hafa farið bara til stjórnvalda og krafist þess að fá vottorðið sitt tilbaka. Ingunn gerði þetta náttúrulega. Hún skilaði inn sínu vegabréfi og rifti þessum samning. En fyrir skjalavaldinu eins og þeir hugsa, þá þarf þetta að vera lagalega rétt. Þetta er einhvers staðar til, alveg óvefengilegt. En þá fór ég að hugsa, þetta er það sem Helgi Hósegason var svo mikið að rífast um. Hann var að segja, ég vil að... Hvað segirðu? Mayday. Að Helgi Hósegason heitinn, hann var svo mikið að tala um þetta, hann vildi geta afsalað sér skírninni. Þannig að mjög líklega á einhvern hátt hefur hann fattað þetta. Já, og hann sagði líka hver bjó til vírusað, ekki? En ég held að við séum þarna konum með mjög gott fyrirbæri. Vegna þess að við erum sífellt að skilgreina betur blindu stjarft áleitu trú fólks á skjalavaldi. Skjalavaldi er líka réttlæting á syndinni, þú veist, fólk, þetta er alveg eins og þegar fólk trúir á endurlausnara syndarinnar, mýþræðs. Fólk er endalaust að afsala sér ábyrgð á eigin sál, eigin synd. Já, það er ekki nóg með það, heldur allir eru að tilbiðja Satan, sko. Já, mjög líklega. Þannig að já, hann er hérna höfund hugmyndakerfana, fólk tilbyður hugmyndakerfin. Ef við værum 30 árum yngri, þá værum við með svona skilti bara. Þetta eru gamla júkar, sko. Akkur er ekki til mynd af skiltinu þar sem hann segist vilja afsala sér skírninni. Hérna segir hann, hver skapaði sýkla? Já. Ég er hérna að halda því fram að því ég fór í gegnum Helga Hósi fyrra og ég ætla að gera mynd honum til heiðurs, eða vefsíðu. Já, bara, þú veist, á bloggi, þess að ég ætla að birta mikið af myndum á honum og ég safnaði eitthvað í kringum 30 myndum og ég bara er að fatta þetta núna, að hann talaði í viðtölum mjög mikið þetta með skírnina og það alveg pottþétt til skilti með því, en þau eru fjarlægð af netinu. Já. Fólk er að fatta þetta, ekki fólk, aðilar í skuggavaldinu, hæst settu meitlararnir, þeir fatta þetta. Og þeir þurfa ekki að fatta þetta eins og við erum að fatta þetta í gennum grús. Þeir fatta þetta vegna þess að þeir hafa aðgang að þessum upplýsingum á sínum eigin bókasöfnum. Þeir þurfa ekki að fara þannig hrímstíg sem við þurfum að fara á milli hrímþursana. Við þurfum að fara í gegnum svipugöng hrímþursana, hrímstígin, til að finna þetta. Hérna er sett inn hjá hún og reyndar.
Já, ég algjörlega ósammála því að fulla guðlast út. Mér finnst það alveg fáránlegt. Ég búin að gera vídeó það. Ég gerði vídeó það í fyrra þegar guðlastlögin voru gerð ómerk. Ég mjög ósáttur við það. Já. Fólk fattar ekki hvað þau skipta miklu máli. Hvað stendur þetta ríkisstjórnin? Þetta er því að þó Jósúa Maríusson var ákærður fyrir guðlast og hann var ekki ósammála þessum lögum. Fólk fattar ekki blekkingana sem í gangi. Já, það er bara komið nýtt guðlast, sko, það er þetta hatursumræðu kjaftaði, sko. Það stenst ekkert ríki sem hefur ekki guðlast í verkvarakistunni, sko. Þannig að já, Helgi var merkilegur gaur, sko. Hann var samt aþeisti, sko. Hann er einn af fáum aþeistum sem ég nenni ekki grína. Þarna er meitlara forsetinn, Ásgeir Ásgeirsson. Já, það er allir forsetar meitlarar. Ríkisstjórn rög og kvinn rétta mér vill herja, bandóðir búra sinn, blóðhund óð skal verja. Þetta er svona eins og status hjá okkur. Já. Já. Nei, þetta er bara Jóhann. Það var svolítið gott sem að Þórdís var að benda á með Jóhanni nýlega. Jóhanna lét gera færslu á Alþingi. Heldur hvað 2008 eða 2009. Þar sem hún kom með upplýsingar hvernig meitlararnir, hún bara lét bóka í færslu í umræðum á Alþingi, lýsingu á meitlararnir. Það var svolítið snjallt hjá henni. Já, ég man ekki slóðina. Þórdís kannski sendur okkur þetta bara ef hún er online. Er hún online? Ertu online, Þórdís? Það gefur sig ekki upp allavega. Já, ég er orðið svo þreyttur maður. Það er svolítið átak að stofna heilan stjórnmálaflokk, sko. Já, þú ert líka búin að vera mjög aktífur þessa vikuna. Já, ég er í mismunum. Ég var í umferðaskóla, ég var í skóla og kláraði leigubílaprófi með stæl, sko. Og 98% af þeir sem voru með mér í bekknum eru búin að fá leigubílaleifið, sko. Og sumir fengu það bara núna strax. Og þeir ekki byrjar að skoða mína umsókn. Það er svo klikkað. En ég nefnilega held ekkert að ég er ekkert á þeirri skoðan lengur að þeir séu með neitt sérstaks, sko, þegar ég segi þeir, þá ég við, sko, yfir þjóðfélagsverkfræðingarna. Ég held að þeim sé alveg sama fólki eins og mig og þig og marga svona aktivista, svona mystika. Já, nei, það er bara því ég er Íslendingur, sko. Já, ég skil það. Það hefur ekkert að gera með aktivisma, eða þetta rugglíma. Þú veist, við upplöfum þetta fyrst þegar við erum sett á jaðarinn, þá upplöfum við þetta í svo samsæri því að þetta kemur úr svo mörgum áttum og stundum tíma. Og svo fer maður, þú veist, svo þegar, þú veist, að því að komin á þennan stað í dag, ég sé ekki lengur, sko, elitan sem við kallum, þar segja höfuðfatið á þjóðinni, þau eru stjárndáleitt sjálf. Þau eru bara ráðast gegn hvítum höfnum og þau veit ekki eins og af því að þeim finnst það svo sjálfsagt. Þetta er svo klikkað fólk. Ef fólk skildi ekki. Það er nefnilega svo mikill vísdómur í Biblíunni að baráttan er ekki við manneskjur á hold og blóði, sko. Heldur við andaveri vonskunar. Og þess vegna er þetta er hugmyndafræðileg barátta og þess vegna, sko, þegar ég ýtti þessu sjálfsveldisflokknum úr vör, þá fór allir að spyrja, ætlar þú að fara á þing, ætlar þú að vera þingmaður, ert þú formaður eða þessi maður eða hinn maður. Þetta er hugmyndafræðileg skúta sem ég er að setja á flot, sko. Já, það er enginn að spyrja það okkur Smári McCarthy sem býr í Króatíu vill fara á þing.
mér finnst að fólk sem býr erlendis hafa ekkert erindi á þing hérna heima. Og það eru sára fáir sem að spyrja gagnlegra spurninga þessa stofnun sem að maðurinn vinnur hjá. Já. Sem að vinnur við að greina alþjóðaglæpi. Já. Og spillingu og mæla og þegar maðurinn er marxisti sko. Allt sem kemur frá honum bara eins og beint upp úr kommunistafólkinu. Hver það sér? Smári McCarthy. Já, hann Frostbitinn, hann spurði hann með þetta með skattana sko. Sumir segja að það sé nú glæpur að innheimta skatta sko. Það er ekki að innheimta skatta. Og já, það var eitthvað að segja sko, ég man ekki hvernig orðið, það kom út á hann sko, já það er það bara glæpur að nota vegina sko. Já. Þetta er svo auðflækið. Maður er hættur að nenna því sko. Þú veist, bara, eins og ég svaraði einum á den daginn sem hann reyndar ágætismaður. Þú veist, hvernig ætlar að rökstyðja það? Ef ég þarf að rökstyðja fyrir þá er það alveg óþarfi. Það getur bara fundið út sjálfur. Þú veist, þetta er reyndar, ég Dallasson reyndar frá Douglas Adams, hann skrifaði 2 bækur Dirk Gently, The Holistic Detective Agency. Og í annarri bókinni þá er þrumuguðinn Thor, ein af aðalsöguhetjunum. Já. Og hann er kynntur til sögunar í bókinni, þá er hann nýkominn frá Wales. Þá var þannig að hann hafi verið eitthvað óþekkur eins og það var ekkert nýtt. Og Óðinn hafi sent hann til Wales til að telja grjótið í Wales. Og hann er kynntur til sögunar þar sem hann hittir aðal kvenpersónuna og hún segir hver ert þú? Ég er Þór og hvaðan kemur þú? Ég kemur frá Wales. Og hvað varst að gera þar? Ég var að telja grjót. Og hvað er mikið af grjóti í Wales? Þú getur bara farið og talað það sjálf. Já. Þú veist, maður er komin á þann stað sko að þó maður sé ennþá að ranta þá er maður ekkert á þeirri skoðun að fólki komi við þeir hluti sem maður er að tala um. Já. Mér finnst það oft á tíðum. Ég er að ranta meira að hluta bara því ég er búin að vera að því í svolítinn tíma og get ekki hætt því. Þú veist, ég er svona ekkert betra að gera. Þú veist, þegar ég var að stinga niður grafa hana skurði í síðustu viku og setja niður nokkra plöntur. Þú veist, ég hafði tekið afklippur á einhverjum lyngjarðum hérna í grennd, ég gerði þetta stundum, stungið í fötu og þetta er búið að ræta sig. Svo kom Vestlumannahelgi og ég stakk þessu niður, ég gerði þetta í fyrra líka. Mér finnst miklu meira vit í þessu heldur en því sem ég verið að gera í vídeóum. Sko. Það verður svona hreyfinga svo AA-samtökin, ég er rantari. Ég heiti Axel og ég er rantari. Þetta er komið. Við vorum að minnast á daginn með Alex Jones að maður, þú veist, mannstættir við vorum að tala að hann rauk upp á svið hjá Sepp Júigur í Young Turks. Já, ég veit. Og svo nokkrum dögum seinna var ég að horfa á að Sepp Júigur var eitthvað að tala þetta og hann var alveg svoleiðis gjörsamlega sturta yfir Alex Jones í einhverju ranti. Og allt í einu fattaði ég eitthvað sem er svo augljóst leið og maður fattar það. Hvað eiga Sepp Júigur og Alex Jones sameiginlegt og þá kom upp í hugan það sem þú sagðir, þeir vinna saman. Og þetta var eitt af því sem ég hefði gert í vídeóunum í kvöld, að fjalla aðeins þetta í 10 mínútur, að allt í einu fattaði ég hvað þetta er fáránlegt. Þú veist, þeir græða báðir á þessu, þetta fær rosalegt áhorf. Að þeir rifust upp á sviði í beinni útsendingu. Og það lá við handalögmálum og svo kom Anna Sæta á rauðakjólnum og það satt í mér þegar hún settist. Þegar hún settist, þá stillt sér upp. Algjörlega meðvituð myndavélina allan tíma. Hún var miklu meira meðvituð myndavélina heldur en rifrildið. Hún stilti sér upp algjörlega og breytt úr kjólnum og sýndi sko sexapílið. Og hún hefur sexapíl, þetta er flott spá. Hún hefur skap og allt það sem er líka sexy. En ég hugsaði, býtu, hvað svo mikið er þessari uppstilling? Þetta er besta auglýsing sem þeir geta fengið. Báðir. Þetta er bara fjölbragða glíma, sko. Og annar þeir með 500.000 áskrifundur og hinn með 1,5 áskrifundur. Og fyrir ári síðan þá voru nokkur vídeó sem flugu á milli þeirra sem voru opinberlega rífast það hvor þeirra hefði meira áhorf.
Og allt í hugsaði, býtu, þetta alveg rétt sem Axel sagði, þessi gaurar, við fórum að þeir fá fyllir í saman, sko. Já. Og þá, já. Þetta svo augljóst, sko. Býtu nú hefur. Svo horfi ég á þetta rætt með Senkjúkur og hvað segir hann sjálfur? Ég bara rættari. Já, einmitt. Og hann sagði þetta sjálfur, The Young Turks eru ekki fréttastofa, þeir eru fréttaskýringaþáttur. Og hvað Alex Jones og Infowars? Það fréttaskýringaþáttur. Þetta fólk sem að gera nákvæmlega sama ég og þú, þeir eru bara vinsælli og betri í þessu. Já, ok, kannski ekki. Allavega þeir eru vinsælli. Að vera með daglegar fréttaskýringar. Þetta fólk sem búið að búa sér til vinnu úr því að tala fréttir. Þeir eru, og til þess að auglýsa sjálfa sig, þá búa þeir til frétt úr sjálfum sér. Þetta þjóðfélagsverkfræði. Og ekki nóg með það, ég var eitthvað að spá í þetta bláðan, að ég rakst á bara með því að googla á YouTube, að það voru 2 randarar, ein stelpa sem gerði 20 mínútna vídeó þetta. Og hún fékk 117.000 áhorf, bara strax. Og það var einhver annar randari sem gerði 15 mínútna vídeó þetta og hann var komin upp í 22.000. Og svo rakst ég á í sömu svipun að í apríl þá var Senkjúkur hent út úr flugvél American Airlines, hann var á leiðinni til Flórida. Og hann gerði 5, 6 og 7 vídeó bara þetta. Öll svona stutt vídeó og þau fengu öll svona lágmark 100.000 áhorf upp úr. Og ég sagði, þú veist, þegar fréttaskýrandinn býr til fáránlegt ívent til að tala og það orðið fréttnæmt. Þú veist, sturlunin orðin svo algjör. Já, en pældi því að aðalega eins og við fáum meira úr mótorhjólaferð með Morris í Kambódíu heldur en öllu þessari sápuóperu hjá þessum aðalega sem þú varst að tala sko. Já, ég horfi aldrei á Young Turks, nánast aldrei. Ég horfi aðeins á þeim þegar ég voru að byrja. Ég sá strax í gegnum þá sko, en ég hlustaði mikið á Alex Jones fyrir nokkrum árum, en ég hlustaði ekkert á hann í dag, hann bara... Já, ég gerði það tíma, svo fór ég að gera bara einu svona ári í svona 3 vikur. Og það var meira til þess að athuga hver hann var að taka viðtöl við, bara að sjá hvort það væri eitthvað sem að... En það alveg gott að fylgjast bara með Morris það. Já, viðtölin eru líka orðin ónýtt. Það var tímabili, millibilsástandið sem maður hélt áfram að hlusta út af viðtölunum, sko. Já. En þau eru orðin ónýtt líka núna, sko. Og eins og með hann annan Dave Allen eða Chris Allen eða hvað hann heitir. Mér finnst hann bara ekki verið með góð viðtöl. Ég hef aldrei hlustað á hann. Já, hann Chris Allen show eða eitthvað Allen show. Já, ég veit. Ég veit man aldrei hvað hann heitir. Já, sem var með David Icke, eða? Já. Já, hann þetta með góð viðtöl en þá, sko. Já, ég bara, þú veist, ég nenni þeim ekki. Nei. Þú veist, ég bara hann náttúrulega, já, þú veist, ég er ekki sett til að gera lítið úr hann, en það opnaði svolítið augum mín þegar Ávist var inn á heimilið á Kassi á síðan tíma. Já. Þá tók ég gang, sko, og ég gerði listaði fullt af þessu liði. Og eins og hún Squeeza sem var tíma með Breaking the Set, hún hvað heitir hún aftur? Abby Martin. Flott stelpa og hún var, þessi þættir hjá henni, Breaking the Set voru frábærir. En svo fór hún bara lítið og stórt að sjálfa sig og rauk út í fússi og fór að búa til sín eigin þætti hjá argentísku sjónvarpsstöðinni og Telesur og hún öll í þessu taki sjálfa mig hátíðlega og þú veist, og við kom svo á kortið viðtal við Noam Chomsky og hún kann þetta alveg, en hún ég ætla að breyta heiminum, takkið mig alvarlega. Ég skrifaði ekki þessu fólki og þarna Watching the Hawks eða hvað svona Stessi Ventura og hún hvað heitir hún sem með honum ljósærð, heitir skrýtnu nafni og vinur hans. Þú veist, ég skrifaði öllu þessu fólki til þess að vekja athygli á ofbeldi elitunar á Íslandi. En enginn hafði áhuga einu svona svara manni, sko. Nei. Og þá sagði býtu, hversu mikið þessu fólki bara að taka þátt í fjölmiðlun, þú veist, stýrðri vakningu, þú veist, að velja, býtu, ég ætla ekki að fjalla þetta,
það kemur mér ekki á kortið, það aflar mér ekki áhorfs, ég er orðin stjarna, ég er orðin, það er engin munur á mörg af þessu fólki og þeim sem eru bara að stjórna kastljósið. Þetta er náttúrulega fjölmellur, sko, þeir bara fara það sem peningarnir eru, sko. Eitthvað sem við mætum kannski læra, við kunnum það ekki, sko. Þú betri því heldur ég, en en svo fyrir maður að horfa á eins og með Morris, hann er bara með hattinn sinn úti við í Kambódíu að bladra í sína 10 mínútur og biðja $10 og sína stundum barnið sitt og svo sýnar hann stundum hluti. Ég hafði ekki hugmynd 360 gráðu kameruna fyrir hann fór að pæla í því. Það var mjög gaman að því, sko. Þetta er eins og maður sitja með honum á hjólinu þegar maður fyrir með 360 gráðu kameruna í innkaupaferð og að rappa á meðan. Já, en sko, og svo náttúrulega er hann með Íbram, hann nýlega gerði seríu með honum sem er mjög góð, sko. Já. En sko, maður er farin að leita eftir þessum röndurum, sko. Eða eins og Morris og... Hann nefnilega droppar á punktum eins og með Alexander Dugin. Ég myndi ekki einu sinni vita af Alexander Dugin ef það var ekki út á honum. Reddas Radio hefur enda tekið viðtal við Dugin. Reddas Radio er bara alveg komin yfir í nasismann, sko. Já, ég nenn honum ekki. Hann er nýfasisti. Alveg komið þangað, sko, og hefur alveg tapað öllum rökum, en hann náttúrulega var með í mörg ár mjög góð viðtöl þar sem að hann þagði nú mestan tímann, sko. Það var nú mjög gott verk hjá honum, sko, en hann er alveg bara, hann er bara lost in space núna, sko. Já, ég fylgdist, ég bara skoða hann í smá tíma, en mér finnst þetta, það eru, sko, það er örugglega Morris hefur það, hann fylgist vel með. Hann er örugglega með lista af einhverjum fjölmiðlum sem hann skannar á hverjum degi. Þannig að hann er mjög fljótur að pikka upp ef það er eitthvað sem er áhugavert til þess að skoða hans betur. Og líka þegar hann velur einhverja til að taka viðtöl við, þá er það yfirleitt einhverjir sem er þess virði að hlusta hans á. Hann er alltaf líka bara svo fljótur að greina, sko. Það kemur bara strax hjá honum, sko. Mér finnst til dæmis James Corbett ekki vera góður í viðtölum, sko. Mér finnst hann ekki vera að taka góð viðtöl. Hann er ekki alveg með persónuleikann í það, sko. Já. En svo er annar gaur sem ég hlusta svolítið mikið á, það er Gerald Celente. Hann er svona sín eigin herra líka og hann er mjög klár, sko. Já, hann hefur ekki farið út í svona bullshit, sko. Er það ekki subscriber hjá Gerald Celente, eða? Ekki svo ég viti, sko. Nei, hann er mjög góður, sko. Hann er eitthvað meira að tala peningamál og markaði og hann er svolítið mest í því, sko. Því svo maður svo fljótur að lenda á, sko, þú veist, eins og nú til þess að vola vinsælt hjá mörgum sem er að spá í peningamálin að taka viðtöl við Jim Rogers og svo fer fólk að hlusta á Jim Rogers og hugsa bara, já, þetta er svona sniðugur fjárfestur og miðjum eldri maður í Singapore að tala spillingu peningaelitunar. Svo fer maður að googla maður sér, þetta er gaurinn sem bjó til George Soros. Fólk sem maður byrja allt sem kemur frá þessu manni gæti verið bauga lífi. Veist. Alveg rétt. Maður sér ekki neitt, eða eins og þegar ég var að fatta með Oracle database-inu að Larry Ellison er gyðingur. Já, ég ger engan greinamun á gyðingum eða kristnum eða múslimum. Nei, þú veist að ég gera ekki heldur, en þegar ég horfi á mann eins og hann er ekki gyðingur. Hann er síonisti. Já, ég veit. Þú veist. Þú veist hvað ég veit. Ég ætla að gera fljótlega myndband DNA-hóksið og sko, það sem er í gangi við Vatnsmýrina hjá Genakára, það er náttúrulega military komplexin, við vorum búin að greina það, að það sem það er að gera með tölvunum er eugenics model, sko. Já, það erum við spot on saman. Þeir eru að nota allar skrár Íslendinga, ættartölin og... Þetta er allt farið. Þetta er, sko, það er allt farið til Wuxis next code. Já, en þeir eru að vinna í þessu í Vatnsmýrinni, sko.
Já, það eru tölvukerfi og þau eru nótuð og allt það, en íslensk erfðagreining í Vatnsmýrinni innantóm skel. Kjötið á beinunum allt farið. Ja, hvernig sem það sko, þá þarna menn ennþá í vinnu með skriljónir á mánuði og hvort sem það unnið á Íslandi ekki, en þá projektið, ástæðan fyrir því að mann höfðu áhuga á Íslandi var að það var til svo mikið af skýrslum gömlum skýrslum Íslendinga og þetta svolítið mikilvægt skilaboð sem Íslendingar þurfa átt að sjá að þessi tölvukerfðu eugenics program að keyra lógarithma sem byggja á ættarsöguðinni, fjölskyldutengslum, á vanskilaskrá eða þessu og hinu, skilur. Og ef þú í þessum óæskilega hópi, þá því tölvustýrt þannig að þú hvött eða hvattur til að fara í fóstureyðingu, þú færð skaðsemisefni í þig, sko. Og þannig að þeir að reyna að tengja saman læknispraktík, það sem þeir með 2 gerðir á bóluefnum, önnur steralæsi þig eða hreinlega drepi þig og hinn bara placebo. Og þannig að þeir að búa til lógarithma til þess að framkvæma þessi eugenics dæmi, sko. Já, þeir að reyna að endurskrifa DNA. DNA blekking, sko, en málið sko að þeir nota DNA-ið sem yfirskinn til þess að keyra þessi tölvuprógram sem bara skattaskýrslunar þínar og lífsupplýsingarnar þínar og það keyrt inn í lógarithman og síðan verið að reyna svona kill off óæskilegt fólk, þess að fólk sem á vanskilaskrá ætti ekki eignast börn, sko, náttúrulega. Já, þetta alltaf gerast, ég kveita fyrir þetta allt svona, nema náttúrulega það ekki rétt hjá þér að DNA sé hoax, en þú átt bara eftir að sjá ljósið með það. Nei, það algjört hók, sko. Það sem af því þú veist alveg hvað ég áhugasamur þetta og þú veist að ég grúskað mikið í þessu, að það gerir mig svo reiðan þegar ég horfi á hvað það blatantly obvious hvað í gangi þarna og það engin Íslendingur að horfa á þetta. Ekki til í dæminu, fólk alveg staðblind þegar kemur að þessu. Já, fólk sér ekki raskat. Það talandi geigönguna. Íslensk erfðagreining algjörlega að hafa íslenska umskiptinga að fíflu. Og það ég búin að vera að fjalla mikið það á íslensku vídeóum síðan í fyrrahaust að það einhver eignaskipti að fara fram á landinu. Og við erum búin að vera að tala þetta, vorum við ekki að tala þetta bara síðast. Að einhver læknamafía eða einhver mafía á bak við þá mafíu og þá íslensk erfðagreining með þeim pakka sé að taka yfir eignarhald á þeim sem kvittuðu fyrir. Þeir sem kvitta fyrir. Að það sé tekið á þeim eignarhald. Það Ísland Petrítu, sko. Þetta besta land í heimi til þess að fara framkvæma erfðafræði breytingar á afmarkaðri þjóð. Bara hreinar tilraunir á erfðabreytingum. Ja, við vorum að tala það síðast að þetta væri sko stjórnarskráin var tekin úr gildi og það verið að setja nýtt stjórnkerfi. Bara núna þegar þú segir þetta þá kemur þetta önnur hugmynd í hugan á mér að sko þeir sem að skrifuðu undir heilbrigðis.is eitthvað að þeir voru að kvitta fyrir þáttöku í þessi eugenic programmi sem í gangi. Já. Og allir kvittuðu fyrir með kennitölunum sinni. Já, hugsaðu hvað fólk gáfað, maður. En það næsta terrani sem að verður keyrt, það medical terrani, sko. Það má búast við því. Við erum allavega að opna þá gryfju. Það eitthvað stærra í gangi þarna heldur en bara bólusetningar. Já, það líka sko, þú sér að það að gera sko að fólk fer með barnið sitt á spítala sko og læknirinn bara segja annarkvort fer barnið í uppskurð eða við tökum bara barnið af þér sko. Já, við sjáum á framferði bæði barnavaldarnefndar og við erum búin að fletta ofan á því að þegar fólk skrifar undir fæðingarvottorðin þá afsalar það sér eignarrétti á barninu sínu.
Já, það er assumed, en það stenst ekki, sko. Þeir telja sig hafa það umboð, en ég til mig samþykkið ekki sambandi við mín börn, sko. Það stendur ekkert afsala á þessu dokumenti. Það þarf að standa afsal. Ég veit það. Ég meina, sýslumenn hafa ekki lagavald til þess að taka húsnæðin á fólki. En það breytir einhver gera bara samt. Og fólki beygir sig undir það, sko. Og fólk bara kvittar fyrir. Þetta bara eitthvað vitli sér, ég ætla bara að kjósa Guðna og svo ætla ég að fara í til Kanarí bráðum í 2 vikur og já, og svo kannski ætla ég að sjá hvort ég get ekki bara skiptum, það er svona að taka við sér hérna, að segja að taka bílalán aftur, þú veist, núna er yngsta barnið að verða svo stórt að ég þyrfti að fara að kaupa mér stærri íbúð og helvítis verðtryggingin. Guðbjörn Jónsson skrifaði nú fínan pistil í fyrradag það maður. Sástu pistilina? Í sambandi við verðtrygginguna. Já. Það var snilldar pistil. Ég sagði í viðtalinu á Reykjavík síðdegis að verðtryggingi væri skipulögð glæpastarfsemi. En fólk er bara svo hugarsteift, það er, þú veist, það er ekkert hægt að segja neitt að vita við fólk, veistu. Við búum í, ég treysti elitunni betur heldur en skreyslunum, miklu betur. Elitan reynir að fara eftir reglunum sínum, reglunum sínum. Ég er ekki að tala reglunum sem skrýllinn fékk. Hér var þetta nú að spurja skotbardagan í Breiðholti. Ég held að þetta sé sviðsett sæjóf, sko. Ég hef ekki eins og skoðað það, ég er ekkert að skoða svona. Ég er hættur á að fylgjast með leiksýningunum í bíósal elitunar. Ég er bara hættur. Og veistu, ég er bara að lifa fínu lífi, sko. Ég sammála því. En þetta er svolítið athyglisvert að sjá þetta heilbrigðisgenakára drullumall, sko. En málið er að það verður síðan væntanlega states að manstu píramidar og hvað var það? Maurar og fljúgandi úlfaldar. Myndbandið mitt. Manstu þetta myndbandinu mínu, maurar og fljúgandi úlfaldar. Já, ég þarf að horfa á það aftur. Já, ég líka. En sko, það er ef þú lest lagasetningun undanfarið, sko, eða kemur eitthvað svona illir andar yfir landið undir nöfnum í einhverja vírusa og þá eru raun lækna mafían með alræðisvald á svipstundu yfir öllum einstaklingum landsins. Já. Og það er það sem þetta heilbrigði.is snýst það snýst allar þessar sviftunarreglur. Það snýst allt þetta DNA-hóks og gagnagrunna-keislur þar er verið að búa til listana hverja á að drepa og hverja á ekki að drepa. Og eins og í Indónesíu, þá fóru þeir alltaf að hliðinu á ameríska sendiráðan og þar voru svona A4 blöð sett út og fólki var síðan smalað saman eftir listunum og sett á girðingu. Jóri Bessmann lýsti þessu best. Já. Og þetta er líka ástæðan fyrir því að sko, maður segja, herinn kemur ekkert aftur til Íslands. En málið er það búið að hervæða landhelgisgæsluna. Landhelgisgæslan er núna undir stjórn NATO og Co. Já, hún er núna undir stjórn NATO. Og þegar að amerískur ambassador kom til Íslands og talaði við landhelgisgæsluna, ekki íslensk stjórnum. Og á hvaða heræfingum hafa skipin verið erlendis? Í hvaða aðgerðum voru þau raunverulega? Þeir eru náttúrulega, þú veist að pyntingastarfsemi CIA var flutt í skip og við fengum nýlega sérútbúin skip fyrir landhelgisgæsluna. Og þannig að sko Ísland, þú sér líka hvað eru margir að hætta á Alþingi núna? Nei, ég er hættur að velgerðum fréttum, það er ekkert varið að spyrja mig út í hlutina lengur. Ég veit ekki hvað er að gerast í heimi umskiptinga. Nei, Alþingi er náttúrulega orðin bara svona sirkus og aldarlaus sirkus.
Orðin. Já, hann endanlega orðin sirkus, sko. Það voru smá tökur í honum áður, en núna hann endanlega orðin sirkus. Talandum að íta þingflokk úr vör, ég semst að sýta þingflokkin úr vör á hugmyndarfræðilegum forsendum og náttúrulega hægt að komast inn á þinga, þá myndi maður náttúrulega byrja að setja lög sem að vinda ofan af þessu ógeði. En sko, það er svolítið hvernig þetta spilast út þessi kapall, sko. Það kemur vírusviðvörun yfir Ísland, World Health Organization lýsir yfir Íslandi sem vírussvæði með síka, díka eða bíka eða eitthvað. Og þá rís upp þetta medical tyranny eins og andskotin sjálfur, sko. Það er óbóðslega mikilvægt, því miður er fólk ekki að byrja að fatta þetta. Ég er búin að vera að tala um það í svolítinn tíma, að það er rosalega mikilvægt fyrir vaknandi Íslendinga, hvort sem ég gerir lítið úr því að vera vaknaður ekki, þá er mjög mikilvægt að viðhalda öflugu sambandi við fólk erlendis í gegnum social media og segja fólki öðru hvoru hvað í gangi. Þó það sé ekki nema bara að posta áfram efni frá fólki. Þess vegna er ég að gera ensku vídeó. Það er til þess að segja fólki frá hvað í gangi. En ég er að hætta því, sko. Ég er bara... Þeir munu, ef þeir lönsa, sko, það er nefnilega málið að þeir eru í svolítið vandræði með Rússland og Kína, sko. Að þeir sjá í gegnum þessa blekkingu og virðast ekki vera alveg með í þessu, sko. Já, þeir eru með sínar eigin blekkingar. Já, en þú sér það líka, sko, að þegar að varnarmálaráðuneytið, John Kerry og Núland eru í bara einhverjum embættismanna för til Rússlands og Hvítahúsið ekki með. Akkurat sama sólarhring og kúið í Tyrklandi. Nákvæmlega. Þú veist, hvað voru þeir að tala um á þessum fundum? Þú veist, kúið var ekkert skipulagt að morgni föstudagsins 15. júlí, sko. Nei. Ég man ekki hvaða dagsninga var, býtum. Já, ég áttum að því, en sko, þetta var föstudaginn alltaf. Föstudagurinn... PR-degi. Föstudagurinn 15.7. Já, Kerry fengi Moskvöldur 14. Nefna, þú veist, já, þetta er algjör tilviljun. Já. Er það hasmerki tilviljun? Er það að veitni mig? Nei, maður er bara svo rasandi hvað fólk er stjarft. Ég bara skil það ekki. Meir sé fólk sem er að, þú veist, fylgjast með því sem við erum að tala um. Að maður er að fá stundum svör og spurningar sem maður hugsa að býtu náður einhver af því sem við erum að tala um. Já, ég held að ég sakna þess reynda svolítið að það kom ekki fleiri upp með okkur í að tjá sig, sko. Það veldur mér ákveðnum áhyggjum, sko. Og reynda núna eftir ég startaði sjálfsveldisflokknum, þá fekk ég nú eitthvað skilaboðum frábært, sammála öllu, geti hjálpað, en ég þori ekki að taka þátt, þú veist ekki. Þetta var svona þegar ég byrjaði með þjóðveldi á þessum tíma. Óbúslega margir sem voru, þetta var nú sniðugt og góður hugmyndir. En ég er nú ekkert að læka það sem vart að segja skrifa því að ég vil ekki að vinnufélagarnir taka eftir því. Já, einmitt. Þú veist, þess vegna er ég ekkert að, þú veist, ég var, sko, við gætum verið miklu stærri hópur. Ég kæri mig ekkert um það. Ég nenni ekki að fá fólk sem er með af því að það eru fleiri með. Já, Ég finnst bara fínt að við erum lítill hópur sem hittust, spjöllum saman, við erum ósammála um fullt en við erum samstíða. Og við erum bara, þetta er góður félagskapur og mér líður bara vel að ég get farið öðru hvoru. Það var námið fundur hjá okkur bara fyrir 3-4 dögum, einhvern tímann í vikunni. Þá fórum við örfá og fengum okkur að borða saman. Og þá bara æðislegt að hitta heilbrigt velhugsandi fólk með svolítið kannski klikkaða skoðanir og einsu en mjög vel vakandi og vel að sér. Það er bara æðislegt. Já. Og er ekkert að gera sér neinar svona grillur það hvernig fólkið, þú veist, góðlega minn er að hugsa.
Já, en svo líka sko þegar shit hits the fan, að þegar hlutinni gerast sko, þá man fólk eitthvað, betur var ekki Axel eitthvað að tala um þetta? Jú, það líka. Og sér það nú líka núna bara ef eitthvað gerist einhvers staðar, þá vilja menn alltaf heyra mína skoðun á því, sko. Já. Þannig að það orðin, áður en að kannski ég byrjaði með Frelsi TV, það var ekki þessi annar vinkill einu sinni, sko, fyrir hvað segir Axel? Já. Nú voru konar tröflanir í þéttinni úr. Já, ég er líka orðið svo þreyttur, sko, ég þarf bara... Já, við erum búin að vera alveg nú lengi, 7, 8, 9, halv 10. Já, Bara 3 tíma. Já, ég er alveg góður, sko. Já, ég það komið nú ágætis greiningar, sko. Og það búið að vera eitthvað smá rennir í kvöld. Nei, ég er alveg sáttur. Það það er alveg fullt af efni sem að maður getur fljótlega bráðum og ég er aðeins að byrja að geta sagt I told you so. Það er spooky moment. I told you so. Er það ekki þægilegt? Eða svona ánægilegt ekki til þetta? Nei, vistu, það er hlutin til sorglegt. Líka, það er svolítið að skora mark í fótboltaleik. Það er bara yey. Já, það er bara spooky. Það er spooky moment. Það kemur spurning, hvað finnst ykkur Guðna T.A. og hans fyrstu verk sem fórseti? Ég gerum nú heilt myndband þetta, ég vísa þér á það. Já, gerð þú það bara, ég er ekki spá eins og í piparköku drengi. Ég er búin að gera myndband, ég gerði hvað heita aftur? Samkoma í Frímorrareglunni í Alþingistönsku og Alþingiskirkjunni. Já, það var fínt vídeó. Hvað fannst þér þræla pælingunni á með norsku? Veitu nú, í hvaða vídeó var það aftur? Veitu? Að barnaverndin í Noregi var að selja fólk börn í þrælkun. Svo kom hana kona í útvarpið á Vísir og hún sagði, það er staðreynd sem ég vissi ekki, ég vissi að fólk fengi borga fyrir að halda þrælunum en þau fá 400 og eitthvað þúsund á ári fyrir hvert barn. Já, ég hef heilt svipað hérna, tölur hér. En þetta er alveg það sem að mér finnst eiginlega skelfilegast er að því að ég fór ekki að fatta þessu liti fyrir Kassi lenti í sínum máli. Þegar ég heyrði Kassi og þú tókst fín viðtölu og ég hef líka talað sjálfur við Kassi síðan og maður fór að skoða eins og hann Allen Show var að taka nokkur viðtölu á svipuðum tíma í Bretlandi, David Icke er búinn að tala mikið um þetta. Og svo erum við að sjá fleiri dæmi þar sem að Hafni er náttúrulega lendi með sonarsson, með dóttursson sinn en alveg skelfilegt, sko. Og þú er nú búin að taka það fyrir. Þú veist að maður að sjá, sko, eins og Kassi var að tala um og konur sem ég sá á netinu vera að tjá sig um að það er mjög mikil aðför gerð af erlendum konum hér á landi. Og ég er að sjá, það er engin viðbrögð, fólk er algjör, veistu það, ég vorkenni fólki ekkert með allar þær hörmungar sem byrjaðar að dynja yfir fólk, ég vorkenni almenningi ekki neitt. Það er búið að vitna fyrir þessu fólki, öll þekking blasir við, allt sem að fólk þarf að vita og skilja er hægt aðgengilegt, það þarf ekki að vera sammála neinum, en það getur lært að rísa upp og taka sko, sjálfsvald. Alveg upplýst sjálfsvald. Fólk er engin, hvað heitir aftur, þú veist, í fyrsta leið þekkir fólk náttúrulega ekki sem veitur á tíma, en fólk er engin afsökun, það er engin afsökun. Það er eins og Sódóma, hvar var hún sem var að saltstólpana, var ekki Sódóma? Jú, kona Lót, Sódóma og Gómari, ég er farin að fyrirlíta almenning, ég fyrirlít elitun ekkert lengur vegna þess að elitan hún er bara að gera það sem hún kemst upp með vegna þess að almenningur leyfir það. Þetta er allt fyrir opnum tjöldum, allar blekkingarnar eru á hæð 27 deild 17 í herbyggi 67 milli 10 og 11 og mánuðum. Þú verður alltaf að taka inn í að fólki tekið sem börn inn í þessa maskínu, sko. Þú verður alltaf, kemst ekki fram hjá því að þar liggur náðin, sko. Sko, við
þú kannast við þetta bara þínu eigin æviskeiði, alveg frá því þú varst unglingur og fórst að horfa á heiminn, þá er búið að vera fullt af brotabrotum sem birtust þér, sem þú tókst eftir, sem smátt og smátt söfnuðust upp og sýndu þér að þetta var allt saman blekking. Og Ég náttúrulega aldi mig upp sjálfur og ég skipti 5 sinnum skóla áður en ég var 16 ára, þannig að ég meina, þú veist, ég hérna veitt í eigin reynslu, sko. Þú veist, ég hélt að ég væri búinn að fatta slepjuna þegar ég var 20. Þegar ég var 32 ára fattaði ég að ég hafði ekki síðan á 20 og hélt að ég væri þá fann að sjá hana. Aftur fertugt hélt ég að ég væri búinn að sjá þetta allt saman. Og leiðrétti þennan 32 ára og í dag 49 ára þá er ég að leiðrétta mig fertugan, sko. Ég er ekkert viss um að ég sé vaknaður eða aftálutur. Ég er ekkert viss um það. En ég get rakið sögun aftur á bak til sko 14 ára aldur, sem ég í rauninni, sko fyrsta alvöru spurningin kemur í rauninni 10 ára, en bó algjörlega skotelt 13-14 ára. Er ég byrjaður að spyrja spurninga út í svona brotabrot sem að voru inconsistent, sem ekki voru common sense. Ég gef fólki náð fyrir það að þetta er skemmt sem að er infliktið á fólk. Nei, ég kaupi það ekki. Fólk er algjörlega ábyrgt eigin syndir. Ég reyndar, sko, það er gríðarlega fjölda fólki sem er í sambandi við mig sem er glaðvakandi, sko. Og það er sérstaklega mikið ungu fólki sem að tala við mig. Þannig að þessi vaknandi hópur stækkar mjög hratt, sko. Þessi vöknun er einskis virði þangað til fólk tekur afstöðu með henni. Áttum á því. Þangað til bara lýsing á bíóferð og skoðunum. Sorry. Já, ég er að hlusta. Maður er eitthvað að byrja, sko. Já, ég meina, þú veist, ég er að draga hérna línuna, en þetta er bara... En ég er að gera mig vonur að eitthvað heitir flokkurinn með Ég er að gera mig vonur að flokkurinn sem man ekki hvað heitir sem ég stofnaði fyrir þetta gæti orðið eitthvað. Sjálfsveldisflokkurinn. Þetta er gott nafn og... Já. Og hérna... Ég er að vonast til þess að sko, það er náttúrulega veldur mér svolítið áhyggjum að líkveldið er svo langt gengið að það er ekki einu svona staðistu fréttamiðlarnir er ekki einu svona tjásið málin, sko. Já, þeir skiptir. Fréttir, sko. Það sem fólk er ekki átt að sjá á. Það sem fólk skilur ekki í allri humanista sturlunni, það sem allir geta debetað eftir einhverjum salatbólsuppskriftum, er að það kemur að því að þessu verður öllu flossað. Og það skiptir engu máli hvort að menn eru vaknaðir eða ekki, meðan þeir taki ekki afstöðu og gera ekkert í þessari vöknun sinni, þá eru þeir ennþá í klósettskálinni að bíða eftir því að það verður styrta niður. Þannig eru málin, þannig verða málin, þannig hafa málin verið áður. Og ég er ekki að segja þetta til að setja sjálfan á háan hest. Það getur vel verið að mér verði flossað niður líka. Já, en það var í sástu nýjustu viðtalaseríuna hjá Morris við Shakin. Já, ég horfði á þetta. Allan ef það er meiri mánaðar gamalt, já. Þá horfði ég á þetta. En það er bara núna í dag sem að komið 4. Já, þá ég eftir að sjá það. Ég vil helst ekki missa Shakinum, sko. Nei, en hann var að tala sko að Morris spurði hann þessi hóks og þessa fölsku fána og Shakin sagði að þetta er náttúrulega hlutadel til þess að halda ríkisstjórnum á línunni, sko. Já. Og hann svona tók undir þær kenningar og málið er sko að það er svo mikill vendipunktur þegar að stjórnelítan eða þetta fólk sem hefur völd, sko, og getur gert fullt af stöffi þegar þeir allt í einu fatta nóttina löngu hnífa, sko. Já. Það er óbærslega kritískur punktur, sko, að í áætlunum þessara aðila sem þeir eru að vinna með
að þeir eru hluti af brennufórnunum af nýjum föðnið, sko. Já, ég kaupi það. Ég kaupi það. Og það er þessi óbúslega viðkvæmi punktur, sko, og þótt að þessi fölsku fánar eru eins og leiksýning í 7 ára bekk, sko. Það sko, fólk er að spurja sig, af hverju með svona augljósa falska fána, það sjá þetta allir. Þetta er bara obvious, sko. Já, þeir sem eru þetta nægir til þess að halda stjórnvöldunum eða ráðandi fólki á línunni, sko. Já. Og það skiptir ekki máli að allir aðrir sjá þetta sem fólk, sko. Það er spurning hvort við erum að slúta eða hvort þú viljir ekki endurræsa, það er svo mikið brak. Hvort þú viljir endurræsa gettin. Við slúttum bara, ég er á slúttum líka. Já. Tökum bara fljótlega aftur. Já, bara takk fyrir mig, þetta er búið góð köðun. Já, alveg ágætt. Við förum að verða svona sæmilega góður eftir önnur 2-3 ár. Já, þetta vex og dafnar svona, með hrattarindar, sko, stundum. Já, þú hefur áhuga á áhorfinu, ég hef áhuga á dýftinni, sko. Já, ég er markaðspleppi, sko. Ég er frá market sér, sko. Já, ég skil það. Ég er ánægður með það. Ég vil á fá sem helst áhuga. Ég bara, fagna því. Yes, segjuðum tveir. Ég minni alla á að styrkja okkur og vera góðir við okkur. Og ég er alveg svo þreyttur, ég segi bara góða nótt hér og nú. Já, takk fyrir mig og góða nótt. Já, takk fyrir komuna. Já, bye.